Það svo góð vinnum sagði eins og ný. Yes! Já. Við erum mættir. Mættir. Eftir stutt en gott sumarfrí. Já, ég sé það bara á þér. Já. Ég tók maður frí og við komum endurnæður tilbaka. Já, ertu endurnæður eða? Já, þetta var fínt. Ég var komið smá kulnun. Já. Mættir núna ferskur til leiks. Já, ég er búinn að bíða lengi eftir þessum þetta. Já, þeir eru bara að lengja blaði gesti kvöldsins, sko. Já. Algjörlega. Það er stíf dagskrá, við erum ekkert að Nei, það er stíf dagskrá framöndan. Það er stíf dagskrá framöndan. Og Dominos, við erum með okkur. Já, fengum okkur Dominos fyrir þátt og... Hafi ekki klikkað. Nei. Það er bara, sko, munurinn á Dominos og öðrum pizzastöðum fyrir mér er sá að ég panta með pizzu og ég veit ég er að fara að fá góða pizzu. Hún er alltaf eins. Einmitt. Það er alltaf kartöflur, alltaf hvítlaukur. Botninn er alltaf eins. Rétt. Þetta er bara gæðið sem hún fær ekki annars staðar. Svo náttúrulega með hreyfli. Já. Þeir hafa stutt eitt við bakið á okkur. Já, heldur betur. Sérstaklega helgina maður. Ég var komin í að krappan. Já. Og þá munaði nú appið. Já, þetta app maður. Ég sá það eitthvað að vera að tala á Twitter. Ég verð nú bara að segja þetta er nú bara besta app bara í sögunni. Já, menn ættu að fara, sko, ég er mikið fyrir retro-lookið, sko. Já, þetta er geggjað, þú veist, það er ekki flækja þetta. Nei. Það er bara þannig, sko. Akkur að þetta flókir að þetta einfalt. Mér langar líka rétt aðeins að koma inn á glussan. Já, glussin. Glussin frá Kemi, ég er nú nýlega búinn að fjárfesta í bíl og varst að sjá hann. Já, geggjað. Já, takk fyrir það. Þetta er Kia Rio 2017 árgerð. Já. Keypti hann á 900 kall og gerði strax fyrir 100 kall. Já. Nýskoður, rændu þar en mínir menn í Kemi eru búin að setja alls konar góða glussa á hann og var hluti, þannig að þetta lítur hrikalega vel út í dag. Það er eftir einhver að bíða eða? Nei, ég held ekki. Við komum frekar að styrktaraðila seinna í þættinum. Það sem ætla bara að vera 3 í setti. Þá mun ég byrja fyrri hálfleik með þá bræður í setti. Svo tekur Leifur seinni hálfleikinn. Og já, við bara bjóðum hjartanlega velkomna Steve dagskrá. Grazie amico. Hjartanlega velkomnir drengir. Takk hella. Takk fyrir það. Heyri, fyrsta spurning er alltaf svo sama. Við byrjum bara á Andra. Skákmaðurinn Andri. Sko, byrjaði ekki grunnskóla? Jó, það var eitthvað átak. Sko, við vorum með kennara. Hann var umsjónarkennarinn minn. Já. Steinar Stephensen. Mikill skák áhugamaður. Og hvaða grunnskóla er þetta? Þetta er Hvaleyrarskóli á Holtinu í Hafnarfirði. Einmitt. Og hann var með sér skáktíma. Hann var með svona stórt skák, svona lóðrétt skákból. Ok, og var þetta eitthvað val eða eitthvað svoleiðis? Nei, hann bara var að þvinga sig upp á okkur. Ok, ekki. Og ég held, maður hefur nú kannski verið búinn að læra mannganginn, allavega hann fór yfir það, sko. Hvað eru gamlir þarna? Hvað segirðu? Hvað eru gamlir þarna? Þetta er alveg bara einhvern svona í miðdeild, eða ekki? Til að fyrst. Jó, ég held það. Early middle. Já, svo leiði hann okkur jafnvel að tefla í tímum kannski ef maður var búinn með eitthvað í þau fáskipt sem það gerist. Já. Svo í úlingadeild fekk hann í gegn að tróða skákborðum út allt í matsalina. Já. Þannig að maður var að mæta á seint í tíma og maður klára skákinn. Já, geggjað. Þannig að það eiginlega, kannski byrja þar. Svo reyndar fekk ég Bobby Fischer á heilan. Frábært að heyra. Það var einhvern tímann á menntaskóla árum. Búinn að skoða hann eitthvað mikið eða? Ég er svona þannig. Já, það er kóngurinn. Já, allavega kannski þegar kemur að skák. Já, stúderaði svo yfir sig sko. Það er nú bara staðan. Já, sko, ég var nefnilega að hugsa að mæta í dressi sem væri óður til Bobby Fischers dressi. Af hverju það segja, varst að pæla eitthvað, gerðu það ekki? Já, ég ætlaði að segja, af hverju gerðu það ekki? Af því að það var bara svo
pólitískt rétthugsað ef ég myndi mæta í Bobby Fischer múndringunni. Ég hefði ekki grænt sko. Bara út af skoðunum hans. Ég hefði getað fengið cancel af það. Já. Já, alveg skýrt eiginlega hann var í. Já. Hann var með græna derhúfu þegar hann mætti í blaðamannafundin Já. hérna á Íslandi. En minn skákferð er náttúrulega ekki neitt sko. Ég var ekki eins og Nei. Andri eitthvað ósætli tíma, ég mætti bara alltaf tíma. Ég kann mannganginn Já. og ég hef gaman að þessu, en ég er rosalega hræddur við að tapa og ég tap alltaf, Já. það dregur úr áhuganum. Eru þið sammála með því að skákin sko, eru þið hrættir með uppljóstraðir sem sko að það er oft talað um að skákin sé dálítið intellectual sport sko? Já. En það Eru þið sammála með þetta því? er kvíðin, þetta er bara kvíðin í mér. Já. Sko það er nefnilega sko, vandamál með skákina að þegar þú ert að tapa Já. þá er eiginlega ekki bara á sig að tapa í leik Nei. heldur ertu nánast að opinbera og sért heimskari heldur en hérna Já, eða bara leggja minni tíma í ég þetta veit sko. en ég er að segja að það er í rauninni svona kemur kannski smá svo upplifun sko. Já, ég skil, já. Þetta er svona svipað eins og þegar við Andri vorum að taka FIFA í gamla daga. Já, Og ég vildi alltaf vera Aston Villa, já, 4,5 stjörnur, Einmitt. hann alltaf 5 stjörnur. já. Ef ég tapaði þá hafði ég alltaf það á hann. Já. Ég var með Darius Vassir fram á hús með Ronaldo. Já. Darius Það er Vassir. sama hérna með skákina, ef ég tapa þá veist ég hef ekki telt í 10 ár. Einmitt, 15 já. ár. Þú ert komið nokkur afsakanir í bakvöndina nú þegar sko. Já, og þess vegna er ég bara nokkuð róleg fyrir þessu þætti. Já, Já. já sko ég hérna spil ekki neitt sko Nei, ég baði skákborð í stúdiskjöf já, það var hérna Bobby Fischer tímanum já, þið dránaði með þeim aðeins, já. en svo bara var ekki hann að tefla við Nei, Þannig að- Chess.com er snild. það er algjör Ég náði snill, það sko. þegar ég búið okkur þáttum, þá náði ég það í iPadin sko. Já, Og ég er bara búin að láta mala mig þar ítrekka núna, en já. stend keik. ég er eitthvað búinn að vera með þann aðgang í mörg ár Hvað ertu að taka marga skákir á mánuði? það geti verið hálft ára sem ég spil ekkert Já, ok, já. svo inn á milli kem ég inn, sterkur inn tek nokkrar og markmið er eiginlega alltaf að komast yfir þegar ég er að fara að leika af mér mönnum Ok, já, leið og ég komin frá því já. það er eiginlega bara það hæðista sem ég kemst En ertu mikill hugsur, ertu eitthvað bara að stúdera fræðin eða eitthvað svo nei, ég hef ekkert gert það mér langar að fara að læra einhverja opnun en ég opna bara alltaf eins Ég er einn út af því, ég vil læra þetta. Já, einmitt, þess vegna, og þegar náttúrulega Andri byrjar að tefla eftir og svo tekur Villi við og ég er þetta með hliðina á okkur bara til að leiðbeina ykkur sko. Já, það er bara Náttúrulega Jón Kári, félagakar, mætti yngar til okkar um daginn Já, kunni stóð ekki. sér svo hetja Hann er kunni ekki. Já, kunni ekki og hann lærði heilan helling bara að sitja heilan þátt með okkur sko. Hann er bara að drægi ykkur visku inn í kvöld sko. Já, já. Segjum það bara. sko ég er mikið til að læra Það er ekki það? en sko Jón Kári hefði alveg getað rétt músina þannig á tímabili sko Já, þetta tala um þeirra mátaði hana Já. Já, það var Já, reyndar þú- alveg æsi spennandi ég já, segi en, það ekki en þú vilt ekki fá þann hjálp frá mér nei alls ekki Ég vil það, alveg bara heiklust sko. ég er alls ekki Ég væri til að koma stór út úr þessu þætti sko. Það er ég þannig, sko. kannski að þú sérð nei ég vil ekki fá ef þú kemur Má ég ekki segja svona neitt? skrítna skemmtilega opnun ég opna alltaf bara á skiluru kóngapiði ef ég er hvítur Veitir hvað, ég held að sé ekki eftir neina bíða Viltu byrja? Ég vil bara byrja fyrst skák En þú veist ég er að fara að grilla á meðan þú tefla Þú veist það já já Já, Endilega. það er já, Hvað já. hérna, Þá- já, já. þá er maður alltaf með það En Andri, þú ert á bíl, er hérna, já, ég skal, en þú með hvít ef ég ætla að horfa, ég verð að hafa eitthvað í Já. glasi. er þetta að byrja? Já, þetta er byrjað En það má gerast bara hver sem er sko. Þáttastjórnum dettur inn eftir Dreg þetta Ok, E4, ok, mér líst vel á ég þetta byrja alltaf svona Það er að lýsa þessu fyrir mig, hvað ert að pæla þarna? Ertu að opna fyrir biskupina? ég er alltaf að opna sko ég er eiginlega vil eiginlega alltaf taka þessa hérna eitthvað frá að því mér langar alltaf að hrókera sko Já, já, já. Ok Það er ennþá eins og ég sé bara með stórmestari setti, sko svo fer ég bara hinga Já, láta, nei, ég vil alltaf fara í skipti komdu með skipti Ok, nei hann herri þessi gæði getur hann fer hingað Nú drefur þú, bara hún kom peðið yfir strax Já. Hvað, hérna, er þetta amateur hour? Er þetta Jónkári? Herru, nei! það. Jú, ok, leikti núna Nei, ok, en byrju hvað vilt tíma hjá nei Ok. sko hann er að gafla mig hérna Vel, herðu Já, vel Og passa biskupin líka já Þetta var ansi vel gert hjá það, sko Vá, Andri. nú veður hann eitthvað upp sko Mér líst vel á andra, sko Ég hann held að- veður uppi hérna hvað ætlar hann að gera hér hann ætlar að koma honum inn í actionið nú ætla ég bara aðeins að hóta Aðeins að hóta, sko jafnvel að læsa hann inni á einhvern hátt Þetta er svona
Oliver 2009, Andri. Alltaf að hóta. Það var hóta sko. Hvað hétt þessi kennari segir sem Steinar Stephensen. Ég vil gefa hann að sjá þetta sko. Þetta FH Legend. Steinar Stephensen? Já. Hann einhvers konar liðstjóri þar. Nú fer maður bara í hrókeringu. Þá er þú hann að safe sko. Já. Nú fer hann í skipti. Já. Ég er alltaf til í að skipta á riddar og biskup. Þú átt að gera það. Já. Biskup er 3,5 stig, riddari 3 stig. Ha? Já. Ég vil halda riddarann. Er það vitlis í mér? Nei, sorry, ég var að lesa vill. Biskup er betri riddari sko. Er það? Já, aðeins betri. Nú? Þannig að... Okkur var kent Hann kent það. miklu lengra. Já, Steinar er alltaf gamli skóli. Já, okkur var Ég- kent þetta vera bara 3 og 3 og mér fannst riddarinn öfluri út af Hann er lúmskur sko. hann kofar fleiri reyti. Já, en hann er jafn hraður. Hann er ekki jafn hraður yfirferð á hann, skilur við. Nei, reyndar ekki. Nei. En þú, gaffallinn, hann hefur Helst reynst gaffallinn, manni já. ver. En sem ég segi, riddarinn er lúmskur sko. Fara nú með drottninguna ekki. Nei, sko, ég þarf að valda þetta peð þarna einhvern veginn. Já. Herri, ég á meðan við horfum á hann Svona. spila, þá var ég samt að hrósa ykkur í góðan þátt. Þetta er frábært koncept. En það ekki það? Jó, koncept sem ég hef ekki hugsað bara fyrir að ég sá fyrsta þátt, sko. Nei. Ég er bara, já, þakka fyrir það. Þarna... Mjög annað með þetta. En það ekki það? Jó, maður er svona eiginlega bara, hvað hugsa maður þetta ekki sjálf? Já. En þetta reyndar flækist fyrir gestum, sko. Það er erfitt bæði núna þegar Andri er að einbytta sér á skákinni og að grilla hann, sko. Ég mun samt gera það. Byrju nú við, en Hvað langar ætlarðu mig, að gera? nei. Dreipur. Já, ég má ekki hjálpa þér. Þú Nei, beðið já, það. ég var að pæla hvort ég ætti að leika honum áfram, en Sko, það sem er náttúrulega líka skemmtilegt við ef ég er að hjálpa er að þá kannski eru áhörnendur heim í stofu sem að kannski Já, þeir vilja læra, sko. þau vilja læra, sko. En mér sýnist þau bara að læra heilan hellinga af andra en það, sko. Er ykkur að horfa á þetta? Ég held það, sko. Ég bara gem mér það. Þetta er þjóðin hefur kallað eftir Katak Steve í langa tíma, sko. sko, mér langar rosa mikið. Ok, þú er með geggjaða stöðu núna. Ég ætla bara að segja, nú þarf þú að gera það sem flækist þér í flestum í skák. Ok, ég er búinn að stilla upp. Hvað núna? Já, fara eitthvað að akta eitthvað. Já, veist, það eru 5 skref í skák. En sjáðu núna, Já, nú fer ég hingað. ok. Þá þarf hann bara, Hann leikur riddari D5 núna. hann þarf að drulla sér í burtu. Já, riddari D5 líklega. Og, ok. En þá er ég bara komin í skipti, sem ég er glaður með. Já, þú ert peð yfir, þannig að þú vilt skipta Ég vil yfir. bara skipta alveg fram í endatablið. Ok, hvað ætlar að gera núna? Nú Ég má er ekki hann, segja. núna er hann, sko, ég er með alla mína valda. Þú ert ekki að hafa neina, pældu núna bara í hvað þú ætlar að gera. Já, ég þarf nú einhvað aðeins að hugsa, sko, Er ekki bara blitzkrieg eða? en hvernig, sko, málið er, ég er með hrókarana, nei, ég er með hrókana mín alveg gjössalega, Er allt í hakki eða? Nei, Andri er að standa sig svo heit. þarf ég ekki að, Þarna góðan. þarf ég ekki bara að hóta honum með það? Langaðir að gera það? Langaðir að fara Ertu ekki bara að sækja stærri í sigur, þetta? Nei, herru, ertu Já, klikkað? hvað með þetta? Ekki fara bara hér eða? Jú, þú ert klikkaður, þetta er bara réttir leikur þér. Takk. Þetta er gaffallin, Vili, Já, sérðu? en hann drepur núna. Hann er náttúrulega með biskupinn, en þá er drollan drepur- bara farin upp. Já. Þú ert að standa ansi vel, sko. Hvað ætlar að gera núna, einingi? Hvað er þessi gauð reytaður hann þá? Ég myndi gíska svona kring 1000. Ég gleymd að spyrja það á hann, hvað er tungumálstig? Ég er bara með eitthvað 1000 held ég. Já, þó það. Sko, byrju nú við, nú fer ég bara, ok, nú ætla ég að, Já, ég má já. spyrja þig. Þú mátt alltaf hringið inn. Hvort myndirðu leika þessum, eða þessum, á Ég myndi alltaf hrefa hrókin á A, af því að annars læsir bara hrókin á F inni, sko. Einmitt, já. Já. Hérna, nú maður komið með Nú ertu að double hóta action bara. hana. Nú er Heyrðu. hóta máti. Nei, næstu því. Over the mount, næstu í. Já, hvað er með það? Já, ég vil ekki segja neitt. Já, já, svo, Þetta er, jésus. svo fer bara hingað Þetta er og búið. mát. Býtu, Herðu. Það er búið. Það er búið. Þetta var ekki erfitt. Skál. Býtu, í 4 leikjum þá tókst hann. Skál. Þetta var rosa, já, Nei, ég skál. verð að Já. Þetta var, já, Það var easy. þetta var easy. Ertu til í næstu það? Býtu, höfum við Og séð bara svona strax í framist aðra? áður eða? Já, sko, Það var náttúrulega komið skákmenninga. Mér langar svo, áður en ég tek næstu, Já. þá langar maður aðeins bara að byrja á einn umræði. Hvernig byrjaði Stíð Dagskrá? Og bara ef við reyðum upp kynni ykkar og svo framvegis. Já, bara að byrja frá byrjuninni.
Já, við það þannig. náttúrulega, við erum bara saman í leikskóla sko. Já. Og svo saman í grunnskóla og svo saman í framhaldsskóla. Þannig að við erum búin að vera vinir bara frá því maður var eftir sig sko. Og voruð þið ennþá vinnur eftir að þú flyttir á Neska? Já, það var nú bara svona, það var þetta gæfuspor. Það er ótt að segja það. Já. Hækkaði fyrir marmpúan, ég er að fá brjósklós. Já. Nei, við tölum það sko, bara í miðdeild eða eitthvað, skilur við, ég man ekki hvernig það væri heldur gaman að vera útvarsmaður, það væri svona svolítið gott. Já. Ekkert mikið að pæla í andlitinu, eins og hér reyndar. Já. Hérna, þetta eru margir klukkutíma sko. Já. Og þannig, já, og svo bara kom að því 2018 þá svona hvernig. Hafið þið bara verið bestu vinnur alltaf? Já, bara svona í Svona hóp þannig, sko. já. Og hvað gerist þannig 2018? Það var bara háum og Villi bara byrja þetta, sendir á mig hvað segir að gera podcast Já. og ég segi hvað Já. það lá Bara beinast við að HM taka eða háum til að byrja með. Já. En fótboltumræðan átti ekkert endur alltaf að vera númer eitt, sko. Nei. en það bara það byrjaði bara eiginlega þannig og þá var það bara málið sko. Já, en okkur langaðist þetta alltaf frá byrjun að taka fótboltan á okkur hérna og ræðan á svona annan hátt heldur en Einmitt. úrslit og hérna Já. markaskora sko. Það er nú að öðru fólki að tala um það. Já, og Já. og okkur finnst líka bara þegar við erum að fjalla um þetta núna sko, við erum að segja fólki, já, og Stjarnan mætti FH og Já. FH vann 4-0. Já. Það er búið að lesa þetta sko. Einmitt. Það er búið að sjá þetta allt og sko. það er allir, og meiri segja sko, ef þú ert ekki búin að heyra það í podcasti eða í útvarpinu þá ertu búin að sjá það bara í rauntíma nánast inn á sko úrslit.net. Einmitt, já, algjörlega. Einmitt. Og þið híkið samt ekki við í þarna, já, því að Villi var að hrósa okkur, þá var ég nú bara að hrósa ykkur tilbaka, sko. Ég er mikill aðdáandi. Þið híkið samt ekki við að tala samt bara um daginn og veginn, þó að fótbolti sé alltaf Já. númer 1. Ég bað þegar þurftum að skrifa bæjó um okkur. Já. Af því að við ætlum að gera podcast og svo allir hörðu, já, við þurfum að finna nafn, við þurfum að finna logo og bæjó, sem sagt, eitthvað um okkur. Já. Og þá heyri ég hérna Búasteini vin okkar, svona vini mínum, kunningi þínum, félagi þín. Já. Félagar. En hann er ekki frændið þinn líka? Nei, hann er ekki frændi minn. Já. Hann skrifaði svona, fekk punkt á hann, það var kjarnyrst umræði um málefni líðandi stundar þó að knattspyrnu, Júafi? Nei. já, var eitthvað ég svona man það knattspyrnutengt málefni. Já, Þetta ég var hef lesið. rosa, já, hann er heimspekimenntaður sko. Já. Og eins og fleiri. Já. Einmitt, já. En betur, hann kláraði ekki Kjarna, hann bara kláraði svona ekki vel. heimspekina. Nei, hann fór og tók, hann er heimspeki hagfræðingur einhver. Já, hann vippaði sér yfir í hagfræðina, það var gæfispor. Já, sennilega sko. Já, þannig byrjaði þetta og við ætlum bara að taka eitt sísón, tókum bara eitt sísón, hættum bara þannig eftir háum, við reynum fyrir háum, tókum einn þáttan í miðji eitthvað. Í rauninni var þetta bara eitthvað sería sem við settum upp, eða ekki? Jú, og hún var bara bæðið tekin upp á, eins og kannski hlustendur áttu sér síðan á, það var alltaf engin hljómgæði sko. Guð minn almáttugur. Svo akalegt, við vorum bara... Við getum ekki hlusta á þetta í dag, sko. Nei. Ekki það við fyrsti sem var hlusta náttúrulega- mikið á okkur, en... Fyrsti þátturinn sem tókum upp einn demóþátt, svona aðeins til að prófa þetta. Og heyrðu, mér datt ekkert í hug bara... Og þetta er sumari 2018. Já, þetta er sumar 2018 og ákveðum að taka eitt svona demóþátt sem við bara mölum og búin að fá okkur nokkra og þú veist, svo röngum við bara við okkur bara eftir 2 tíma eða eitthvað og ítum bara stopp og þetta var gott og þetta var geggjað, við vorum bara hérna, þetta var geggjað. Já, maður, skemmtilegt maður. Daginn eftir, þá var ég farin að signa mig maður, bara kvíðinn komin upp, hvað var ég að segja í þættinum. Og mér datt ekkert í hug bara að eiga þáttinn sjálfur, heldur sett ég hann á netið á sínum tíma til þess að gefa linka, ég var ekki, Gunnóttan var ekki meiri sko. Já. Þannig að þess getur eftir ímynda ykkur kvíðakasti sem ég var í það að reyna að losa þann þátt út. Já. Það tókst með endanum. Líka þegar þú fékkst frá einum kunningiðinum, takk þetta út. Já, takk fyrir þetta er ekki hægt. Það var bara, sko, það var náttúrulega, Þetta var alvöru generalpröfa, sko. Það var bara, það heyrist ekkert í bassanum. Þetta var móno, allt ekki upp í móno. Já, og gítarinn var out of tune. Já. Og það var engin bassatróma. Og það var eins gott að hafa soundcheckarna, sko. Já, þetta var mjög gott og hérna, en svona ákveðin bara að gera þetta aftur. Þetta var allt tekið upp á Mac 12. Já. Henni var bara stilt upp á borðið. Og þú notar bara mækin og maktalum. Mækin og henni, svo bara byrjuðið sko. Tóttu svipað eins og við erum með í kvöld. Já, nei, Nei, þeir eru með þeir mic, bara með alvöru dæmi hérna. Já, reyndar. Hliðin á því, sko. Og kamer og Instagram-ljós og hvað þú veist að koma frí? Já, ég var að koma frí. Gleymdur sólavörnina?
Já, ég fekk að heyra þetta í vinn í dag, já. Ég segi ekki glimti, þetta er svona, en hún lítur út. Já, takk, ég er þetta að byrja að, ég vona að sjá þess ekki í kamerunni, sko, ég byrja að flagna svo veit ég hvað, sko, en Það sést ekkert. Nei, gott. En já, og svo... Hver sagði hann að baka longur? Ég verði að vita það. Já, ég fór í það, ég fyrst klassaði sko 2 myndum á okkur saman hlið við hlið. Það var mjög hallarslegt. Ég man ekki eftir því. Jú, að bara einhvern mynd af mér í einhverju Berlínaferð og þér eitthvað með einhverju sólgleru. Það var eitthvað alveg glatað sko. Það var bara fyrir fyrsta þáttinn. Og svo ákveðu Já, stengli með þessu. nafnið er Steve Dagskrá. Ég er sérst búinn að vera hlaup, svo ég tæki það. Það er hlaupahóp sem heitir Steve Austanátt. Ég hleyp alltaf undir formerkjum Steve Austanátt sem er skrifað Steve. Eins og Steve. Já. Og Andra fannst þetta gott nafn, mér fannst eitthvað harðlega að þetta verið hlaupahóp og með hlaðvarp Steve, en hann sagði að fólk það veit enginn um hlaupahóp sem er bara fair play. Mér fannst að því að máli ég vissi eiginlega ekki af hlaupahópnum. Liðið hans Willy Fantasy heit alltaf Steve Austanátt. Já. Sem mér fannst ógeðslega fyndið. Já. Og þá einhvern veginn minnir að ég hef bara sagt við að ég var alveg til í að nota þetta Steve á einhvern hátt. Já, og fundum komast niður á Steve Dagskrá sem er bara eitthvað svona henta vel inn. Þá fer ég í mér fannst þetta eitthvað svona pælingin var að þáttinn tekin upp á Mac og þetta var allt svona það var brasa á okkur. Já. Að ég leit að googlaði bara badly drawn Steve Staunton. Já. Og þetta er hann. Þetta er illa teiknaður Steve Staunton sem er logoið sko. Og það er bara einhver breti sem að teiknaði það. Það var bara svart-hvítt, bara teikning bara einlína sko. Og ég tók hendið í Paint, fór í eins og maður gerði í gamla daga, þegar maður litaði þú veist kassana. Já. Og með málningafötunni, já, fór í það og það úr varði einhver svona algjör raw version af kallinn sem er í dag. Og skrifaði svo í Paint líka Steve Dagskrá og þetta var síðan allt uppfært af Jóni Kára mitt. Já, kóngurinn. Af því við hættum eftir þetta. Já, það var einmitt næsta spurning. Já, og svo kemur fyrirbæri hvað voruð virkir í háum? Þú veist, voruð að taka bara tókum allar reiluna. Já, eða svo voruð að taka einu sinni í viku eða Nei, byrju þetta var fyrir háum eða ekki? Þetta var fyrir háum. Já, var þetta fyrir háum? Hitum upp fyrir háum. Við tókum upp bara einn þátt fyrir hvern riðil. Tókum fyrir bara, þú veist. Það var meira svona tvíhöða. Þetta var bara algjör þvæla. Vorum að skálda sögur og búa til viðtöl við leikmenn. Og voruð búin að finna eitthvað plattform fyrir sig eða voruð bara algjörlega að renna blind út í sjóminn eða? Við bara vissum ekki neitt sko. Settum markmið á 100 hlustanir fyrst þátt. Ég meina 2018, hvernig er Dokka að koma? Er það ekki bara svipað? Hann kemur eftir okkur. Já, hann kemur eftir okkur. Face. Það er algjörð face. Nei, hann viðurkenndi hann þetta hjá okkur. Já. Ég var undan, sagði hann. Og vitið þið hvernig ég heyrði fyrst af ykkur? Nei. Það var Gary Martin. Já. Ég held já, það einhverju spjallið þar, eitthvað hann þá. Já. Ég voru að tala nefndu ykkur að tölur og hvað. Já, getur við. Já, ég man að sá þáttur fekk alveg svona einhverja meiri hlustun heldur en aðrir. Já, það var þannig á þessum tíma þá skrifaði 433 oft fréttur upp á þættunum og passaði sig að það var alltaf við vorum að tala um einhvers konar framhjöld. Já. Og þú lýstir þessu við einhver samlíking með skilnað Gary Martin, ég man ekki alveg hver það var og það var frétt og líku neðst og það eitthvað svona lesa upp sko. Þökkum Hörði Snæfri fyrir það. Nei ekki það? Jú. En já, og við vorum bara hættir á þessum tíma, 2018 kemur hættir og eiginlega ekki hættir af því að við vorum ekkert búnir að tala um að við ætlum að vera með eitthvað viðvarandi dæmi í gangi. Þannig að þetta var bara svona eiginlega ein sería svo bara gerum við einmitt ekki neitt þegar að þegar Viftan sem var á hét hefur samband, það er Jón Kári var í fósfóri fyrir það, Orri Eiríksson og þeir höfðu samband og vildu fá okkur. Það var þá voru við Dr. Fútból draumaliði og MMA frétti líka og það átti að vera eitthvað svona hattur sem og fekk okkur bara til þess að byrja aftur svo var hann ekkert úr þessum hatti sko og þetta svona einhvern veginn listist upp bara en við erum bara svona góð sko já og myndi virka í dag menn sér bara með þetta það er að fara á Patreon og þetta sko og halinn þar var einhver svona samleið í því að vera með það í dag sennilega sko en já og bara búin að halda á svona síðan sko já veistu ok en þeir voru ákveð að hætta og svo hefur bara Viftan samband þeir í rauninni bara þeir hefðu heyrt þetta það er eiginlega sko að þú myndir heyra sko hljóðgæðin í þessum þætti þannig að þáttum
það var eiginlega ótrúlegt að þeir hafi hugsað, heyrðu, tölum við þá Já, bara út af hljóðgjafanum. já, Við vorum að taka upp niður í geymslu hjá þér, Já, fluttum okkur þangað. fluttum okkur þangað, það bara heyrðist þegar allir bara voru að sturta niður Styrst ekki niður, kom hérna. það var bara Já, fengu spurningu, byrju, hvað er foss í stúdíónu? já, já. Svo ekki bara já eða? Andri sagði alltaf að Villi hefði verið að míga. en þetta, já, hérna og þeir þá náttúrulega bara, þú veist, þá voru þeir með stúdíó og eitthvað svona og þannig að við slóum til og hvað, við höfum tekið eitt sumafrí síðan eða hvað? Núna í ár, tóku sumafrí. Já, Hver komu? Já, hvað var þetta langt sumafrí? Það voru alveg daglega mánuður. það var mánuður. Já, Svona, tókum fyrr, síðasta sumar þá var það þannig að ég tók eitthvað USB-mæk með mér og við brúum bilið eitthvað sikkur í lagi. Já, ég veit að kemur spurning seinni í þættinum, ég ætla samt að spyrja ykkur að þessu. Þið eru alltaf bara með vikulega það bara. Aldrei pælt í að fjölga? jú, það Jú, algjörlega. Þú veist, við erum bara báðir í 8-4 vinnu, skilur, við erum 100% vinnu með þessu. Já, já. Það og með fjölskyldu heima og allt þetta, skilur, Já. og það er bara einhvern veginn, já, þetta tekur tíma, sko. Já. Hvað tekur þetta mikið tíma að vera með sem þá? bara, sko einn þáttur í viku er svona doable í þessu, 2 er algjört overload. Ég meina, við erum ekkert Já. að bugast, skilur, en Eru líka hrætturinn kannski bara smá, þú veist eins og náttúrulega bara við leifurum bara í ég segi bara við leifurum 2-3 árum eftir ykkur að það sem við horfum í sko er að það er bara einhver eftirspurn eftir einhver efni, skilur við. Ég vil ekki að fólk fái ógeð á okkur frekar en að þið að kannski hugsa já, við Já, höfum ég talað hugsa þetta og við höfum talað að gera aðra auka þætti, einhverja fleiri, en það er aldrei copy-paste, sko. Það þurfti að vera eitthvað annað. Hann þyrfti að vera Það öðruvísi. þurfti ekki að vera neitt sem úr þriðdagsþættinu sem kæmi yfir í hinn þáttin, sko. Og Það er ekki bara einhver vinna sem- skófréttir eða skipafréttir í þeim þætti, sko. Nei. Þú veist, það yrði að vera eitthvað allt öðruvísi, sko. Þyrftum samt eitthvað að kíkja á miðin, sko. Þyrftum bara að útfara það einhvern veginn. Já, eitthvað öðruvísi bara. En, jú, það hefur alveg komið upp hugmyndin með það, sko. Já. En ekki farið bara, þú veist, eins og staðan er núna, þá væri eiginlega bara erfitt að prófa það með þessi, sko. Já. Þið eru fastir við þriðjudagskvöld eða veist þið ekki að droppa á Jú, Það er tökum svona- bara upp á þriðdegi og gefum út bara kvöldið, sko. Já. Og við höfum meiri sér að verið, þú veist, eins og þegar Vilja var að lýsa hvernig við byrjuðum Já. með Mac-tölvu og mækin bara úr henni, Já. Google mynd í prófæl og þá hefur við einmitt líka stundum bara, ég man ekki, þú veist, eitthvað mikið að gera eða bara eitthvað kemur upp að bara við droppum á miðvikudegi núna, sko. Já. Og það er meiri sér að dreifast fram á fimmtudag, sko. Já. Þú var svona með bronkitis á daginn. Já, ég fekk náttúrulega það var streptococcus. Syphilis. Þannig að já. En já, reynum að halda, mér er consistency is key í þessu, sko. En það ekki það? Ég út alltaf á þriðdegi, jú, algjörlega. Og maður sér einmitt þættindir sem detta ekki inn á þriðdegi eru aðeins lægri, sko, Já. í hlustun. Það er bara að maður er inn í einhverju rútínu hjá fólki. Já, ég tengi við það sko að þegar ég er að keyra í vinnuna á mótana á miðvikudagum sko. Já, Þannig einmitt. að maður svona, já, maður En tengir af því að svo einmitt, ef hann kemur ekki á réttum tíma, þá einmitt getur Já, þá er ég ólíklega til sko. að checka hann aftur, bara það er okkur, hann kom ekki, sorry, skilur. Já. Það er bara alltaf stað. Þá ertu komin í einhver slott á einhverjum öðrum þáttum sem þú Já. búst á líka, sko. Já. Andri, má ég fá því aðra eða? Já, Þú erum 100% skor. Má ég minna ykkur á það? já. Ég veit ekki hvort að vilja það rættu við það, en það hefur enginn labbað hérna út með 100% skor. Og við höfum fengið til okkar besta skápun Íslands. Já, en þú hækkar þá bara mótorjan, það er ekkert vesen. Nei, ég vona að þú labbir út með, herrðu þú var aftur hvítt. Já, mér líka betur við það, sko. Herðu, Þú veist Já, að já. Bobby Fissi var í stoltur að núna, sko. Bobby sagði, sko, Býtu, hvað gerur þarna? Hann ég bara vil ekki leyfa honum að koma drollinu út hingað. Nei. Vá. En þegar Bobby Fischer var spurður hvað er það við að vinna skák? Já. When you break his ego, that's where it's at. Þið er ánægður að þú varst með Bobby Fischer að heilanum maður. Sjáðu ég elska þetta múf. Leppun. En þetta er reyndar alveg gegn þinni bók. Ég hélt að þetta væri góð skipti. Ég vildi alltaf skipta biskup. Já, nei, sko, ok. Já, ok. En sérðu, svo er ég bara beint í hrókaringum maður. Já, þú hefur... Nei, ég tek peðið hans náttúrulega undan. Nei, drottningdripur. Leik að mér hana.
Það er svo lélugur. Hérna er að komið. Þetta er búið. Og hann tekur peðið mitt líka ef ég... Hrókaði núna maður. Nei, þá tekur hann peðið. Já, en hann sem var að drefa biskutryppi G2 og... Já, hann annars tekur hann hérna, já. Hlusta á bara. Hörðu, þetta fór nú fljótt maður. Þetta er búið. Vá maður. When you break his ego. Ég er bara vitni Bobby maður. En það er einmitt ástæðan fyrir ég sko var að gera það. Var að, nú er það alveg gjössanlega mölbrotið sko. Hjá þér, já. Já. Það er málið með hann Andra, nú ég þekkti hann í mörg ára. Egoð málið við því að brotna það stundum. Já. En... Það gerir það reglulega í skákinni sko. En það er eiginlega, ég held að sé skák og svo borðtennis sem ég verð tapsárastur í. Já. En líka gallið við skák, eða bara gallið við einstaklingssport yfir höfuð, er að þú hefur einhverjum öðrum að kenna, sko. Já, og það er líka beauty. Það er beauty og, já, allt til að þakka að þú vinnur. Ég kynntist í svolítið í hlaupunum sko. Alltaf í liðsíþrótt. Já. Það var alltaf erfitt maður þegar maður var að, ekki hafa alltaf verið ykkur hlaupari, en maður setur sér alltaf sín markmið sko, en maður næri því ekki. Það er illa þreytt. Já. Það er mjög hollt að vera í einstaklingsíþrótt, myndi ég halda. Já, ég held að. Hann er hótt skák móti í einu leik. Áttu einhverja góða tíma í hlaupunum? Nei. Það er sem ég er búinn að vera overweight runner hérna frá byrjun sko, hana. Nei, ekkert svoleiðis. Ég verði eiginlega að fá að stelast í eina sögu hérna. Ok. Þetta er spurning frá Andra Frey sem spila með Fjölni, var með Afturheldingu. Kóngurinn? Kóngurinn. Hann hérna... Ég vann smá heimaðinu, lagðist það sem stúfuna og hann spyr var Snorri Björns ósáttur með sögun á honum leiða hópinn í ógöngur í Laugavegshlaupinu? Nei, hann leiddi okkur í ógöngur í Snæfellsjökulshlaupinu. Snæfellsjökulshlaupinu. Ég heyrði eitthvað hann hafi sagt að þetta væri bara lygi sko. Ég veit náttúrulega betur, en það verður bara að vera þannig. Ég get ekki hérna, ég held ekki mannalegt ekki neitt sko. Nei. Fyrir að fyrsta. En þú veist, hann vildi meina að það hefði verið eitthvað ekki sér að kenna, hann hefði ekki farið fyrstur eða eitthvað. Mér finnst það bara góð saga sko, þetta átti ekki að vera eitthvað hérna. En þú hljóst Laugaveg? Af hverju ger ég þetta maður? Guð minn almáttur. Hvað? Ég átti að gaflan á með peðinu. Já, C4, já. Það er leikur. Jésús Kristur. Og ég hefði unnið með... En ég sýnist þessi gæði alveg gefa færa á sig sko. Já. Þannig að þú getur alveg slaka á sko. En bara að láta þetta klikka sko. Já, ég tók Laugaveginn. Og hérna... Fyrir þá sem ekki vita, hvað er það langt dæmi? Þetta eru 53-55 km. Og hvernig er þetta, Þetta er rosa mikið upp, þetta er miklu meira upp en ég hafði nokkuð tíma haldið sko. Já. Alltaf, þú veist, upp niður, þú veist, alltaf að klífa sko. Ja, þetta bara kláraði mig, þú veist, ég hafði mikið ná á utanlöfum. Hvað varst það lengi? Þetta var bara 9 tíma. Hvernig datt þér í huga að gera þetta? Bara eitthvað svona challenge sko. Já. Að hérna, prófa Já, það er leppun. Andri, Hvað kallar þetta? Ég kallar þetta leppun. Leppun. Er það eitthvað eftir leppin, orkudrykkinn? Já. Þegar nú leikur hann þessum fyrir hérna. Nei, þá trepið þú með biskup og... Ha? Nei, hann leik besta leiknum sko. Já, ég var að vonast til að væri eitthvað að hugsa þetta aðeins lengra. Það hefði ekkert pælt í hvort það sé annar Chess eftir Dark þáttur og spila mót okkur. Já. Gæti ekki verið einhver annar núna bara. Þegar við byrjuðum þetta sko, og settum þetta á Spotify, það var til Chess After Dark. Það var bara til podcast sem hét Chess After Dark. Þeir voru búin að vera í gangi bara í hálft ár, það var alveg högg að sjá það sko. Já, ég lendi í því þegar ég var að leita á okkur, ég ætlaði að horfa á okkur í sjónvarpinu. Já. Og þú fór á YouTube þar. Já. Það var eins og leitardæmið væri öðruvísi. Nú áttu góðan leik, Andri. Þá var ég komin með hérna, þá kom það upp. En leiðu ég hefði farið í tölvuna, þá komi bara ykkar þættir sko. Já. Herri, nú viltu meina að ég sé með góðan leik. Já. Leiðu mér þá aðeins að hugsa hann. Þú náttúrulega bannaði mig fyrir þátt að leiðbina þér. Ég veit ekki hvað ég má að segja sko. Já, þú ert bara, sko... En Villi sagði mig að ég haldi í hendina á sér sko. Já. Já. Við gerum þetta bara saman. Það er bara þannig. Sko, góðu leikur núna. Nú er ég vann að blanda sko. Komið 2 tegundir. Leifur spyr hérna, hvað vinna strákarnir við? Ég starfa á fyrirtækið Marport. Ég er rafeindavirki að mennt sko. Og er svona, já, ég titla mig bara sem skipatækjakall sko. Já. Ég er bara í skipunum, út við að völl. Hvernig ratar á það? Ég hérna, þegar ég flytt austur Ég fer að falla út á tíma sko. Nei, Á ég ekki bara að drepa hann ekki bara? Dreftu bara. Með peði? Já.
Já, þegar ég flytti og fer ég á vertíð sko í síldinni. Já. Og einhvern veginn svona, ég fíla hennan bransa sko, sjávarútveginn og vinn þar fyrst bara 12 tíma vakti bara sem venjulegur einhver verkamaður og fer svo í nám í rafvirkjun og byrja að vinna sem rafvirki þarna og þegar ég kem í bæinn þá heyrir náungi í mér og spyr hvort að ég hafi áhuga á vinnu. Ég segi bara já og ég enda sem marpótt, ég er búinn að vinna þær 7 ár sko. Já. Og þetta er einhverju nemar á við að fara á skipum. Þú veist, Ert þú bara á túr eða eitthvað segja? Já, bara svona, þetta er sem sagt, þetta eru nemar sem segja bara til hvaða fiskur er að koma inn og hversu mikið inn í trollin sko. Já. Og þú ert að fá hitastig og dýpi og ég ætla bara að taka alla rómsuna sko. Já. Af því þegar fólk spyr mig, það er spennt sko, svo segja ég sé bliki slokk. Það er engan áhuga á því, þegar ég segi þetta er svona nemar á veðinni. Þannig að ég já, þetta er bara það sem þetta er sko. Og jú, ég er að fara í uppsetningar, ekki núna í COVID-19 en... Andri, nú áttu góðan leik. Ok. Ég skal ekki taka Jónkar á þetta og segja það leikinn. Nei, það er kannski allt í lagi að fá að ráða fram úr í sjálfur. Ef þú finnur hann. Ok, ég skal segja eitt. Þetta var ömurlegu leikur hjá hann sem hann leik. Sko, líka því að þegar þú sér hann leik, þá myndir sjá hann svo oft eftir þetta. Þú myndir alltaf sjá hann í framtíðinni. Hvað var hann að gera? Hann var að færa piðið? Já, þetta er ákveðin mynstur. Sem gengur svolítið út af það er eitthvað sem getur ekki fært sig, sko. En byrju, á ég að taka þennan bara hingað? Nei. Villi sér þetta, sko. Farið í, ég segir þetta. Ég get að leiðbindir gegnum þetta. Farið bara beint í hrókin. Já, rétt. Hanna. Já, við bara leppum hann bara í hótnum. Hvernig á hann að verja? Það er ekki hægt. Þetta gæti við Gatorade tíksi. It's over, Johnny. Ég var bara svolítið fastur á peðinu á Drottningarhöllinni. Sko. Þetta er svona svolítið eins og þegar við vorum saman í boltanum. Ég á með mér yfirsýn svona. Já. En þú sást að skora mörkin, sko. Mér langaði að taka það næst, sko. Ég ætla að byrja á Villa núna. Já. Knattspyrnum var að Villi staða og ferill. Það er ég allir titlivík sem miðvörð. Já. Var í FH upp all yngri flokka. Þú ætti að líka eða eitthvað miðvörð? Laporte. Ég er ballplaying. Góð vinstri fótur. Málið er að ég leftar. Laporte? Já, ég leftar og vildi alltaf spila framar. Fannst ég af alla burði til þess og í þriðja flokki þá var ég með eitthvað svona high hopes eitthvað aðeins meira en varð sko. Og hvenær áttu að vera á því að þetta væri búspil? Herri, ég fer í Hauka í þriðjaflokki, skipti yfir að því að mér langaði að... Ágríki? Bara kongur til liðar? Bjóðum við bara drolluskipti? Nei, slakaði bara á. Drolluskipti, já. Herri, já, ég skipti í Hauka og Og hvað ertu gamall þá? Þá fer ég í, ég man það ekki. Þetta er eldra árið þriðjaflokk. Ok, já, 15 ára. Hvað gerir maðurinn? Herri, hann er alveg búinn að... Andri ætlar að halda áfram með sitt 100% skor. Fæ þar að spila frammi sko og kanti, vinstri kanti. Já. Skora ykkur mörk og eitthvað sem ég stað mjög gaman sko en það væri séð 3 deilt held ég að þeirri. Já. En bara, þetta er skemmtilegasta tíma sem ég hef átt sko og já, fer svo upp í bara annar flokk og meistaraflokk hérna endanum einhvern veginn og við báðir lendum í öxinni hjá Andra Martinsinni. Þú kemst inn í meistaraflokk? Já, en sust ég hef ekki meiðist sko. Nei, þetta var bara mjög gott sko og svo fer ég austur flyt austur og fer í Fjarðabyggð og ég á ekki einn meistaraflokksleik sko, Óskar ekki KSÍ-leik, bara einhvern æfingarleiki og fór með Heimi Þorsteins þjálfara fór með liðin á Húsavík mætti því. Já. Hafði high hopes að fá að spila þann leik. Já. Það gekk ekki upp og svo bara alltaf 2 dögum síðar kemst ég að því að kærasta mín þá, eiginkona mín í dag er ólétt þannig að það var bara einhvern sjálf hætt sko. Já. Tók bara lífið við sko. En varstu einhvern tíma með, þú mátt fara eins langt aftur í tíman og vilt, varstu einhvern tíma með atvinnumannadraum í Já, bara svo allir sko. Já, við förum báðir á Laugarvatn sko. Þið fara á Laugarvatn? Já, sælla minninga og þá hugsaði maður bara já. Þetta er alveg sérs. Sérðu núna? Já. Herðu. Nú fæ ég biskupinn í burtu sem að svo vil ég bara pakka honum.
og gunna upp með Ertu að leika hann núna bara? Ha? Þú ert bara að leika hann? Já, með smá hjálp reyndar. En það er Ég er ekki búin að ótrúlegt, segja neitt, ef við tökum bara aðeins dýptina með þetta, Já. það er ótrúlegt hvað ást lengi fótboltamaður, skilurðu? Já. Þú veist, ég var ekki Titlar eða þessi fótbolta, fótboltamaður? nei, nýhættur. Já. En þú veist, maður var bara 5 ár síðan maður spilaði síðast fótbolta, maður var bara, skipir ekkert silt, sko. Nei, það veit aldrei hvað gerist í framtíðinni. En ég er alltaf með skóna í skottinu, sko, ef að kallið kemur. Og ótrúlega satt og horfðum alltaf á Guðjón Pétur Lýðsson, af því hann var bara eitthvað Haukar, fór í Álftanes, Já. Haukar aftur, Valur og Helsingborg, ég segja. Þetta er ég. Svona að gerast. Já. En svo ranka maður sér bara við sér hérna, bara með einhvern Hvítvang og Neskjöpstað, sko. En hvenær vissur þetta væri búið? Já, bara það maður var einhvern pappi, sko. Já. Það var bara búið, sko. Þú vissi þetta er Nei, ég er rauninni bara þegar það var ólið, þá einhvern veginn Þegar Stínar hringdi þá vissir Já, ég á Þú gott ert að eyðileggja fyrir mig atvinnumáttur. Nei, ég á mjög gott símtal við andra, sko, á Já. þessu tíma. Og það er eiginlega sá punktur sem að þá hætti maður bara að reyna með þessa. Já. Hvað ertu gamall hana? Ég veið pappi, sko, 2012, 22 ára, það verður 23. En þú myndir segja, Þetta hefur gert svona 21 árs. svona segjum á minningasteiniðin, þú myndir segja, þú myndir titla þessi miðvörð. Ég myndi alltaf titla með 8, sko. Ég var bara ekki fatt að þessi það. En svo Hvernig 8 varstu? Varstu box to box? Já, box to box, nema ég var ekki í formi. En hvernig var yfirferðin? Já, það má alveg setja spurningum ekki hana. Arnar Bill, sem er núna hérna fræðslustjóri, Kóngurinn, já, kóngurinn. hann var að þjálfa minn þriðjálflokk og Býttu í hvað lið? FH. Já. Og hann kom til mín, hann var að spila mér á kanti þá, hann kom til mín og hann sagði hérna, ekkert í sturtu eftir sigurleik. Já. Hann næstu því kleip í mig. Hann sagði, Vili, þú ert að æfa, því þarna var ég að æfa handbolta og fótbolta. Þú ert að æfa þetta oft í viku. Af hverju ertu svona? Svo benti hann á Eika Kult sem satt hinum megin, sem var sko eins og hann var að fara á pall. Af hverju ekki eins og Eiki? Og varstu í sturtur, hann sagði þetta? Já, bara beru ofan að fara í sturtu. Og þá kannski vissur að... Það var verk að vinna. Já. En, já, og... En Andri á feril, sko. Já, Andri, það kom að þér. Feril? Áttu feril, leikjast í leikmann íhjá frá uppæði. Nei, það held ég ekki. Ég held að ég ekki búin að taka fram mér. Það er, jú, það, maður var með atvinnumannadraumin alveg. Hvaða stöðuspilari? Varst framherri fram að það, sko. Já, ég var svona frammeri til að byrja með, sko. Og réttu þessu spil Willi Laporte, hvað ert þú? Herru, Andri var svona þykkur Robinho. Robinho? Já, stærri típan hann. Já, þetta Framma. er annað skipti sem hefur Varstu líkt svona með eins og Jón leikmann Kári og æfing. félaginn að elta seðlana eða eitthvað svolítið? Nei, ég hef nefnilega, sko, Hann sér eftir því. ég sé eftir að hafa aldrei tekið eitthvað svona ævintýramúf, þú veist. Fékkstu boðið það? Nei, ég fekk hérna boðum háskóla hérna úti og Býttu, fékkstu boð háskóla? nei, þú veist, ég var kominn It's John here from Virginia Tech. Já, það var hérna umbóðsmaður sem hringdi í mig. Nei, hérna Þú var 2 mínútur eftir, það var að loka þessu. Já, ég ætla að segja, þetta er ekki búin að loka þessu en það eða? Nei, ég veit ekki alveg hvað ég á að gera hérna núna. Ég ætla að prófa að gera þetta. Ok. Nei, ég kem drollun ekki dýnitt aksjónana. Sko, Jú, fara bara að pikka upp einhver. fara að pikka upp eitthvað peð og... Þú veist, en hann er með valdað þetta hérna, sko. Já, þetta var, já. En byrju, en er þið til í fléttu? Já, Ég myndi elska hérna fléttununa, sko. Hvað er það að bæla? Ég er að pæla í núna, næst, ef hann, þú veist, sérðu, ok, þarna fer hann í þetta. Heyrðu, Snirtilegu leikur. Já, Nú ætla ég bara að gera þetta Yes, sir. heyrðu, hann er sigur. og svo ætla ég bara að drepa hann. Drepa og drottnir bryttara. Já. Ef hann sér það ekki. Vá. Já, Andri, þú áttir alveg skreittan feril í meistaraflokki, spilaðir hellinga leikum. Ég var aðeins að skoða hérna á KSI. Nei, hörru. Þetta er vingill, hérna. Þú voru að spurja á ef þið væru skákmenn sem fótboll. Já. Sparski. Nei, sko, skákmenn á borðinu, sko. Riddari, til dæmis, hann er hægur yfirferðar. Það er ekki að gera þetta? Jú. Já, ein eftir. Jú, góðan. Jú, það er mér langa smá bara Andri vinnir sér skák, sko. Já. Ok, Andri, nú þarf þetta að vera fljótur, sko. Ég veit það. Taka peð. Drektu bara peðið.
fara þetta? Já. Þá tapaði mínu. Já. Þú ert að rúsla hann, sko. Þú veist, nú verður bara... Í gönnu upp með hitt eða eitthvað. Svo áttu kóngin inni, sko. Þú átt heldur kóngin inni, sko. Eigum alltaf að hafa Kane inni, sko. Villi, hefði verið betra að láta þig byrja? Nei. Er þetta þessu ötti blöð talaðum þegar abandir komu undan bítlunum? Nei. Það er bara ekki gott, sko. Nei, ég er svona aðeins áttum á þessu. Ég er svona... Já, þú færð smá æfingu, sko. Já, fyrir, ég geri það, sko. Nú þarf ég að skáka hann bara alveg í drast. Hann er svo naskur. Já. Þú ert með unnið, en þú þarft að... Já, nú er það bara tíminn. Ég veit það. Fuck. Ok. En hendinu peði fram. Nei, segi svona. Nei, herri, hann er að fara að máta mig bara í... Luft, loftaði út þannig að vera kókiðinn. Ha? Núna. Já, en hvernig Slepptu drótningunni. Get ég sleppt henni hér, Já, eða? já. Loftaði út, takk. Ok, 42 sekúndar eftir í andra. Ef hann vinnur þess. Herri. Góð leikur. Þetta er samtæft, sko. Já, ok, jú, þú verður bara að leika. Ég var bara að gera einhvað. Hver er þetta? Þetta fá hann í mynda? Hann spilar örugglega þessi peði hérna núna. Nú verður að hugsa fram í tíman, sko. Ég þarf að spila bara hérna upp. Ok, upp. 33 sekúndar eftir. Mér langar í W, sko. Alveg eins og Big W með ykkur að heilalum. Þetta er þessi gott títi sem hann seti maður. Willum? Já. Já. Þetta er alltaf ekki Willum fyrir 5, sko. Þetta er alltaf keli, sko. Erum við samfærum það? Ég Ég er með Sigga Sör, sko, alveg á lásama. Það er alltaf... Hljótur! Vil ég ekki spila þessu hér frekar? Jú, en þú verður bara að fá það drottningu núna strax, takk. Nei, það er skák. Hljótur! Jesus, maður. 23 sekúndur eftir, Andri þarf að máta, sko. Ég kom í bóksbrýðing bara. Já, vel gert, já, fljótur. ...21 sekúnda. Jú, þetta er intense þáttur, maður. Þetta er nefnilega það sem ég segi við Spotify-hlustundir, sko. Stilli inn í YouTube, sko. Það er nú bara svoleiðis, sko. Það hlýtur að fara með hrókin hinga næst eða ekki? Jú, og þá labba þú upp. Nei, heyrðu. Heyrðu. Ok, konkrétt það. 18 sekúndar eftir. Jésús. Hann er satt. Ok. Ok, nú er góðleik. Nei, sorry. Upp með helst. Ok. Jú. Fuck. Sorry. Þannig að hann er að fá sér dróningu. Andri, byttu. Nei. Það er 4 sek. Nei. Jæja. Þú varst Heyrðu. búin að gera, sko. Djöfullin maður. Jæja. Þessi var rosa. Herri, við Heyrðu, verðum að... Leifur, þú varst spurningu. Já, ég hafa spurningu fyrir þig, að spyrja þá. En byrja allar Andri ekkert að tala um fyrir sinna? Jú. Já, ok, það kemur á eftir bara. Þegar ég tefli, þá geymum við þetta bara. Ég varst með spurningu, endilega. Það er reyndar komið Challenge. challenge, við verðum að taka því, sko. Andri, best of 3, eða? Já. Já, er þetta sami gaur eða? Nei, þessi gæði er ekkert eðlilega góður. Ok, þetta er bara Og þú 5 með- mínútur. Já, 5, en þú var 5 sekúndur fyrir hvert leik sem hann leikur. Nei, þessi er ekki góður. Veistu hvað hann er að gera? Hann er að fíblast í þér. Hann er að fokki þér. Ég Nei, vil bara segja það. þú veist ekkert hver þetta er. Jú, ég veit hver þetta er. Í alveg, ég veit Þetta hver er Marteinn Gauti Andersson. Hvar sérðu hvað hann heitir? Sá bara Ok, hann er ángríns. Veistu hvað hann er að gera við þig? Æ, ég hætti þessu. Ok, hann er að setja duttið í þig, skilur. Hann er bara að vona að þú, En byrju, og hefur fólk gaman að þessum leik? Nei, Það var þið sómakendina. Maður hefði haldið að skák væri svona leikur herramennskunar, sko. Já. Hann er svona með smá leiðindi. Hann er að senda kalda kveðið með þessu leik, sko. Birgir, ég hætti að við þurfum að... Ég myndi bara máta hann. En það Við málega. þurfum að koma í gegnum svo mikið spurningum. Hann er Já. bara... En þú veist... Máta hann bara strax, það er bara best. En hvað er hann samt að gera, maður? Ok, nú er hann, sko... Hvað er hann að fara að taka hrókin hérna upp á eftir eða? Þú voru náttúrulega aðtöða það, sko, að mér finnst mjög líka að þessi gæði sé að horfa, sko.
Hann Heldurðu það? heyrir allt sem þú ert að hugsa. Já, veistu það. Já, djöfillin, ég er búin að gefa honum allt drattið mitt. Getur við fengið fullt nafn á þessu gæði? Það er Páll Snædal Andrason. Já. Held ég. Já, ég ber svona ekkert eitthvað mikla virðingu fyrir þessu múvi, sko. Hlusta og ætla að búlja, sko. Já. Ok. Ok, staðan er fyrir núna. Ég meina, hann sóar 2 leikjum, sko. Já. Þú ættir að vera með eitthvað fórskot, sko. En þú ert með svar. Ég er að halda mig í 5 mínútunum, sko. Já. Þú er nægan tíma. Ég hef mátt við 5 mínútuna bónusnum á hann. Ok. I like it. Hvað erum við að tala um hérna í tónlistafali hérna? Það er alltaf eitthvað svona... Já, það er frábær spurning. Við byrjuðum mjög sterkt, vorum að spila mikið góða tónlist. YouTube leifir það ekki? Urðum við stressaðir, YouTube leifir það, sko. Ef Ok. það að gera, þá bara getum við ekki monetæsa það, sem sagt fengið pening fyrir það. Ok. En ég var hræddari við Spotify, sko. Já. Það myndi bara allt í einu, Hvernig monetæsir YouTube-vídeó? bara með því að selja auglýsingar á vídeóin, sko. Já, ok. Ekki það við erum Ég held þú værir að tala um- og stór við það, sko. Já, einmitt. Ok. Og þó. Og þú, já, think big, sko, allt það. Já. Það væri litli skellurinn ef allt í einu vaknar maður bara upp við að allt sé farið, sko. Nú ætti leikið á með riddarinn, valda allt saman. Yes. Þú ert að keppa móti fyrir Íslandsmeistara, bara svo ég segir það. Nei. Jú. Hann var bara að trolla þetta fyrst heimleikinu, sko. Já, ok, hann er bara Njóttu þess bara. að gefa mér fórskot. Þetta er svona smá sem eins og gæði sem er búin að fara fram í allir vörðinu og ætlar að skalla með línu, Já, skalla hann að einmitt. línunni, sko. Já, Þetta er svona einmitt. smá þannig, sko. Já, þetta er Dennis Seam. Já. Spila við Dennis Seam. Já, sko. Nú væri... Hann er með einu í munnvíkinu hérna. En já, tónlistin, þetta er bara eitthvað ambience, bara hvað er það? Já, þetta er bara Bara eitthvað svona, bókstaflega bara lo-fi, uncopyrighted, chill, eitthvað. já, geggjað. Ég er bara ánægð með þetta. En ekki það? Jó, þögnin er svona svolítið þrúandi held ég þegar það er verið að tefla með hann, sko. Já, hún er það, sko. Andri, En þú átt að gera? þessar stuðnur hjá Andra voru ekki að... Nei, ég mátti ekki. Nei, hann er hér, já. Það ská ekki. Já, út með biskupum tempói, I like that. Nú er bara blitzkrieg. Nú átt að hafa það. Fulla hrætt. Já, en sko... Dreftu bara einhvern veginn. Já. Dreftu bara. Ha? Þú er helvits biskupinn maður. Já. Mástu, hálft stíð í gróða. Bang. Peð. Ok, núna ertu sko... Út í toppmál, kemur drottningur út. Bara betra. Andri vill ekki hjálp, sko. Þannig að... Ég ætla ekki að segja neitt. Geggjaður leikur. Getur útgeð fyrir mér af hverju þetta geggjaður leikur? Af því að hann styrki við PS-ið miðborinu, Já. opna fyrir drottningur sína og já, það er svona... Já, ok. Já. Þetta var mjög góð leikur hjá hann, sko. Rókarar, já. Ok. Hann er hræddur. Hann er smá hræddur, sko. Vel gert, Andri. Ok, nú langar mig svo leikur. Viltu ekki hlusta á manninn eða? Jú, hvað viltu gera? Viltu hlusta með það? Já. Þetta er bara hint Ok. sem svo í Já, skrabbúl. bara hingað það. Nei, preppa þetta move. Ok. Hvað getur preppa þetta move? Ertu að tala um að leika drollunni Nei. hingað? Ertu Er ekki ekki að tala um að... rókin eitthvað? Undirbúið peðið sem þú ætlaði að leika. Undirbúa peðariki sem ætlar að leika. Já, bara hér. Já. Vá. Ég ætlaði bara að vaða upp með drolluna þarna, en það hefði svo sem verið eitthvað dead end dæmi, sko. Núna takk. Býtti ég palli í köðlunum. Er hann í köðlum? Hvernig er lífið í kölunum? Bara. Þú ættir að skammast þín. Sko þetta er, ok, ekki drepa núna takk. Víst. Jú, saman því. Ha? Nei? Hvað meinið þið? Nei, horfið þið? Drottning sétir í takk. Hingað. Nei, þetta er C7. Nei, veitu, hvar séð þið þristana? 3 uppi. Já. Nei. Hérna. Já, þarna já. Mér langaði bara að fara í skipti, vaða upp með rókin hingað, Nei, skipt en þá alveg á hefði bara, fullu. nei, þá hefði bara kóngurinn farið upp, ok? Hann lék vissulega besta leiknum núna. En þú vilt ekki fara í uppskipti, sko, því að
Hann tekur mig endanum. En Já, þú ert ef hann setur hann í hotni núna, hvað gerist þá? Þá bara fer kóngurinn upp og það er ekki neinn hætta sko. Já, hann er hínum einn, já, Hann bara já, festir mig svolítið. Shit, En hann vil ég var væntanlega skipta við mig núna. Já, hann er peð yfir sko. Birkir er svolítið að koma inn á þann punkt sko að fyrir meðal mannin þá skiptir P kannski ekkert öllu máli en þegar þú tekur undir Íslandsmeistara Já. og þú ert einu P undir þá getur það bara gert allan gæfum Verði bara ekki að skáka hann, ég er líka detta út á Ég tíma var aftur svolítið sko. ánægð með þetta hjá mér áðan, ég var eitthvað, akkur ger ekki bara þetta? Já. Með Íslandsmeistara og andra hérna á kantinum. Ok, nú er drottningi bara komin í algjört vesen. Ég veit að, ég vissi það alveg í byrjun sko. Já. Að það myndi gerast. En þetta er bara búið. Já. Já, herru, Hvað fyrir ég resign? það er fáninn hann herra minn. Það er spurning Og nú fáum við smá síkó og bara spökum á. Hérna, ég ætla bara Herru, ég vil fá sætaskipti. Já. Þegar Viljar er að tefla eitthvað. Ok. Rímats, farið rímats. kannski Andri skiptir við þig Birkir og ég kíkja á kantinn. Já, endur. Það er þrefald sveit. Jafnvel Birkir kom að setjast hér í 1 mínútu. Ok. Hvað gerist? Guð minn almáttur. Jæja, áfram gagg, já. Sjá. Já, ertu klár Vili? Erum við að tefla núna eða bara spurningar? Já, tökum spurningarnar. Já, ekki. Hérna, sko ég ætla að spara þessar. Þetta er bara, kemur einn löflétt uppbyttur spurning frá Andra Freyja aftur. Kaffi eða síkó? Kaffi? Kaffi. Já. Einn spurning. Önnur spurning í svipum dúr. Ertu söngfugl eða trallari? Syngi eða tralla? Ég myndi segja söngfugl. Það er svoleiðis. Já, já. Elskar þegar fólk svara söngfugl. Já, bara settu mig eitthvað karaoke-herbyggi. Það? Ég skal delivera sko. Hvað er lagið þitt? Hérna, Under Pressure. Freddie Mercury. Það er Ég tek Freddie, bæði Þú við. tekur Freddy, Já. það er ekki allir sem gera það. Nei, fæstir. Ok, ef þú hérna sko, þetta er skóspurning. Já, geymum hann á andra, já, alveg heiklust. Ég veit það, er það ekki. Ég er bara að kópa Mundial, gamli. Er ekki hægt að bjóða þér þetta er fyrir Villa, jú, þessi er fyrir þig. Er ekki hægt að bjóða Villa að fara yfir Laufalspikarinn 2011? Launafls. Launaflspikarinn, 2011, jú, ég meina, þegar þú setti Grosso-vítið. hver spyrir þessu? Þetta er frábær spurning. Hver á þetta? Sagan segir að, jú, þetta er Jókar Eldó. Sagan segir að Jói Draumaliðinu hafi viljað að fá Villa til þess að ræða þetta, en Villi hafi afþakka. Já, það er alltaf hár rétt sko. Ég tók þátt í utandeildinu fyrir austan. Kynntist það bara nýjum heimi sko. Utandeild fyrir austan er geggju. Það er ekki eitthvað að mæta upp í Breiðholt og hitta krem og læti. Heldur er þetta bara þú ert að flakka á milli fjarðana sko. Og að spila á Eistnaflugselgi til dæmis, það er bara 800 manns í stúkunni skilur. Spila á Bræðslunni, þetta er mjög fyndið. Og mínu stærstu móment eru þar. Og Launasbikar, jú, ég það er bara nokkuð greinagóð lýsing á bara, held ég, einhverju síðu, það sem að það talað að í stöðunni, við rituðum máli, í stöðunni 3-2 fyrir hina, ég man ekki hvort UMFB held ég. Ég var í B96, boltafélag Norðfjörðar. Sleppu Vilhjálmur Freyr Hallsson einn í gegn og lyfti boltanum snirtilega markvörð. Já, 3-3, jafna. Þeir komast yfir aftur. Við fáum víti, hann klikka vítinu. Skora síðan bara í framlengdum uppbótartíma og við förum með vító og ég fekk fyrsta punktinu og jú, ég tek Grosso. Ég var þarna í Kjell með Adipudum og meiri segja þannig að sko hinn mörkin voru eftir hotspyrnur þar sem að hann var sko, ég er í 45 í stærð, ég keipti hann í 43 og mér leiði aldrei vel í hann með einhvern veginn en það var eitthvað með spyrnunar maður þrykkt honum vel og ég náði einhverjum svona Það er líka það leður gaf vel eftir. Já, þannig að þú vildir hafa þröngan sko. Já, það er bara þannig og ég sildi bara byggðum heim. Já, ekkert að flækja það. Nei. Viktor spyr, hvað eru ljótustu takkaskós sem þið hafa séð leikmenn spila í? Eða leikmenn spila í? Sondík og kemur upp í hausuna með sko. Hefur séð ekkert spil í því, Nei. Já, Þeir eru nú alveg þó nokkur frekar ljótir. Erum við ekki nokkuð lípa og við stekka á salin? Jó. Jésús, taktu skóspurning á hann, alveg heiklust. Ein spurning, já. Já, byrjuðu ljótustu skór. Málega það hafa náttúrulega komið líka bara svona skelfilegi litir. Ok.
Sko, það er náttúrulega líka að þú ferð bara í eitthvað svona ég er að hugsa núna á okkur hálefili sko okkur ljótir ég þarf eiginlega að fá að hugsa Já, við komum aftur á þessa. Já, ég er nefnilega það á einhver eftir að poppa upp á eftir einhver, sem er einhver viðbjóð Já, hugsa þessa. Við mistum líka því, hvað þú gerir. Já, ég vinn á svona þetta er bara eiginlega sambýli Ok. nema það er ekki margir sem búa þar Nei. og er þar bara með góðu fólki byrjaði þar með spekinni svo bara eilindist maður í því bara svo náttúrulega þegar maður kláraði spekina þá var atvinnutilboðin ringd inn sko Já. en ég sagði bara nei nei, það var ekki alveg þannig Nei, það er líka, þetta er vel gefandi starf, það ég... já, það er það en síðan hugsaði ég sko hvort maður ætti ekki að skella sér í master í spekinni þá get ég bara að sækja vinnur Já. Nei, þetta er bara ég er bara að bulla það er ekkert þetta að sækja vinnur þá heldur Nei, Nefnilega já, Nú sé ég á þetta. Sérðu á þetta En farandi úr ljótum skóm í kannski aðeins fyrir búnað, Já, skóbúnað. Ef þú þurftir að velja á milli gullprettana sem Zidane var í á HM 2006 eða silfruðu fyrst Ronaldo var barna. alltaf silfruðu Það er svoleiðis. Ósómála. Af hverju? Nei, ég er eins. Það var bara svona byrjunin á minni veiki Þannig Sko Það er eiginlega hægt að tala um 2 silfraða Ok. Ég veit ekki hvað hann er að vísi Segir hann ártalið á Ronaldo eða? Nei. Þetta er Siggi Bond, sko. Já Hann er þá örugglega að tala um 2002 Þetta er væntanlega eldri hérna. Nei, ég held að sé að tala um 2002 silfraða Síðan erum við ekki bara að tala um silfru, þeir voru ekki einu sem með punktunum á hælum, þetta voru bara silfurliti skór. Já Já, ég held að hann var að tala um hérna Ronaldo brasilíska sko. Já, það er eiginlega minn bara svona aðal skór sko 98 Já. Ég myndi líka taka 2002 vaporum fram yfir Zidane gullita Ok. En ég á hins vegar Zidane gullita bara hvítan og gullitaðan heima Það er mínu uppáhald, sko. Já, 2006 preddin Já. Hann er heima og er eiginlega bara bíð eftir að fá að fara upp á vegg sko Ég fæ bara ekki leyfi fyrir því heima fyrir Nei, hendur hann í svona fallan kassa og... Já, bara í einhver Þetta fer að koma að því að við opnum Gler- okkar í stúdíu Já. og það verða búningar Efi Banega fyrir upp á Alltaf, já Jack Grealish, síðasta tímabilið hans, hann fyrir upp á Já. Allir skotniðinir Já, ég sko máli er og jafnvel, ég laug með einum Adipjúr með það því á hann Já, sko hann þarf að vera nefnilega x First farinn til að geta verið generation. mugla Já. Þessi preddi er ónotaður, gjössalega Já. Svo á ég fleiri ónotaða sem færi beint upp Aðrir lítið notaður, myndu sjæna aðeins til Já. Það er eiginlega eina ástæðan fyrir að okkur langar eða mér langar að við séum með okkar eigið dót sko, það er til að geta fengið Já. að leiða svo að njóta sín sko Ég er í láð því að við getum bara opnað bara svona sýningu líka Já, bara lett samt Já, rétt samt bara, það er rukkaði bara Sko, 1000 kall. mér langar að spyrja, eigið þið 85, einhver treyja á bílun 85 til 87 hjá Aston Villa, Henson búin í? Nei, veistu það Já, þetta ekki Ég var að skoða, hérna, það er svona Matt Sworn Já, jacket á, hérna hvað heitir hann? Ég man, alltaf fer þetta í muni ekki nafna á hann, sko bara að staffi í, hérna, Aston Villa sem er til sölu á hérna, Classic Football Shirts Já, einmitt. Blazer Ég verði að kaupa hann, sko en er þetta ekki miklu peningar? Gordon Cowans eða, nei, man ekki hvað það er Jú, þetta er 15 árs kalla eða eitthvað, það er ekki mikið pening fyrir þetta Nei, ég Kaupir ekki blazer undir ég held að það væri dýrar að því að maður hefur séð svona mattsvörn dæmi bara á Ég hlýt Vel að sprengdu vera verði, að ljúga hann annars var ég búin að kaupa hann sannlega, sko ég held að það sé dýrari sko. Já, hlýtur að vera Akkur eru menn ekki að tala meira um það að Henson hafi verið með Aston Villa? Já, við hittum Henson, við tókum hérna sjónsþáttaserju á Stöð 2 þar sem fórum á Valsvöllum og hittum Henson Já, og ég hérna, þarna var nokkri síði dottnir og ég ákveð bara hjóli í hann, sko Já. ég sé einhver harðasti Aston Villa stuðningsmaður landsins og hérna bara hvernig það hefði komið til bara í óspurðum, bara líka þetta þreytt út frá leikinn, bara með kaffi bara á bakkels á borðinu og það er bara einhver fyllibitta hérna já hann alveg skrjáþur sko, Já. í mörg ár Já, mörg á, sko og það er að fenginni reynslu, sko segir svona ekkert það en hérna, hann, sko
hann var með eitthvað fleiri lið. Það voru eitthvað 5-6 lið hann fór bara einhvern útrás. Er það? Já, Aston Villa Ensk lið? stærst, sko. Já. Bara neðri deildaliðin, Aston Villa langstærst. En það náttúrulega svakalegt sko. Náður eitthvað græð eftir hvernig það gekk eða þú veist? Nei, ég náði, svo fór hann bara, hann var með barnavalda sitt hann með. Já, hversu stóri? Svo fór hann bara að horfa á leikinn. Já, svo bara, það er bara hálfleikur sko. En hérna, það er eitthvað sem myndi bætast í safni sko, klálega á safninu sko. Já. Hver er ykkar uppáhalds safngripur? Safngripur? Já, eða sem sagt í þessu samhengi? Það eru skótarnas andra, nækarinn sko. Já, er svo tókal. Já, svakaleg sko. Hver er? Það er Sum Total 90 frá hvítir frá árinu 2000. Það er svona Svartur og hvítir. Þessir. Nei, þetta er 2000, þetta er Ekki þessir? Nei, þetta er 2002. Jú, þessi þarna, ekki þessi sem hún kíktir á. Heldur þessi, bara hvítur. Bara víxlaði litir. Já. Magna, ég myndi Þetta er skrúi líka. Já, hann skrúfur. Get ekki sýnt sko þeim sem er að horfa, þið getið googlað þetta, er Sum Total 2000. Ég setti þennan upp á hillu heima. Já. Hann var þar í alveg 2-3 vikur. Fekk að lifa svo lengi. Já, áður en sko hún kommentaði á það einu sinni, ég náði að hummaði að mér. Svo í seinna skipti þá þurfti ég bara að taka á mér. En það var jöfnvillig gaman á meðan það stóð sko. Það voru á ganginum, lappa alltaf fram með það. Ég veist, safngripur, það er bara vantarlega kappatreyjan sem verður alltaf meiri safngripur því lengra sem líður sko. Já. Kappa með grillis aftan á, varabúningurinn. Ég fekk líka verið í á leiknum sko, það var great honor. Og það kemur. Staffið ætlaði að henda mér úr henni. Já, fórum á Wembley, fórum á Aston Villa City og við vorum í einhverju neutral zone og Andri í grænum ból varabúningum hana og það var bara einhver maður sem ætlaði að hjóla í hann sko fyrir að vera í þessum ból og mátti ekki vera í honum og Andri, við vorum eiginlega bara búin að segla inn á já, ekki mál Ég var ekki að fara ég veið bara að bera ofan í leddaranum ömurlegt lúk svo kom bara einhver gæi bara einhver Samuel L. Jackson lookalike og bara slaka á maður, leiður nú fara og fengum að fara. Ég líka ætlaði að ég hef aldrei rent þessum jakka sko. Það var eiginlega, mér langaði eiginlega frekar að vera á bumbunum meðan rendan frá heldur hann að renna honum saman sko. Já, rendur liður ekki, alveg það er ekki alveg nógu gott sko. Nei, það er ekki gott. Sjaldnast. Það þarf að vera alveg sérstakur sko. Þetta var ekki biker sko. Já, ef þú ert á mótorhjólið þá sleppur þetta sko. Já, það er í lagi sko. Þetta er veljög kringumstæðum eftir brottar einhverju partíi sko. Já, þetta var eitthvað megasegjakki. Svona þannig. Já, þetta var bara svona bomberliði ekki og ef þið renton það er mjög vont sko. Já, þessi er í boði, þessi er frá AHA stúdíónu höllinni og Hrafn Kalli Frey er sendið boðinn. Hann vill aftur spyrja, hverjir eru bestu skórar allar tíma og okkur eru það Adipure? Já, Villi kannski tekur undir það. Ég bara, ég var alltaf að kópa Mundial sko. Já. Mér fannst það geggjar, en mér fannst samt eitthvað svona aðeins að vanta, þeir voru svo lausir sko. Þeir eru allt og mjúkt leður. Já, og svo kynnist ég prófaði hana skó, allt og mjúkt leður. Svo kynnist ég Adipure bara og ég fór ekkert úr honum sko, eftir það. Sko, svo hættir að framleiða hann og ég fann hann í mér var boðið einhvern veginn svona útilíf lager útsölu og ég fann bara 2010 Adipure, bara first generation, keypti hann sko í 45, 8 akkurat þar. Já, þetta er ekki 2008 fyrsti heldur. En þetta er sko, það er alveg ástæða fyrir því að Tony Cruz spila bara í honum sko. Já. Hann lætur sér framleiða sko. En ég prófaði hann skó og mér fannst leðrið svo mjúkt að mér fannst ég þurfa að, þú veist, mér leiði eins og ég var að hlaupa í sandi. Já, sko, það er náttúrulega saga að segja með andra. Þegar ég er að snúa, þá þurfti ég fyrst sko að leyfa leðrinu að gefa sig svo ég geti spint frá. Það var svo mjúkt, það hélt ekki utan að fætunar. Það er ótrúlegt að hlusta á ykkur tala skó af því að ég hef verið í nokkrum skóm í gegnum tíðina saman hvort er plast eða bara ég finn engan mun á þessu. Nei, sko, ég á einn leik með, ég er skráður í IH í dag. Já. Og þannig var Ómar Bangsi þjálfari og hann sagði Villi, ertu ekki klár í leik? Ég segi, jú, Grundarfjörður, flott. Og ég segi bara, svo leikið sem ég fæ XL treyju, þá er ég góður bara. Og við förum upp eftir og Andri með þetta og
búinn að fá boostið þitt. Hann er OCD bara þegar kemur á fótboltaleiki. Hann þarf alltaf að stjörnurnar þurfa að lænast upp til þess að hann eigi góðan leik sko. Já, það er eitthvað til í þessu. Og hérna svo kom á Grundarfjörð, það er ekki til Excel-treyja, jú, Binni Buff var í henni. Þannig ég var eins og Michelin maðurinn í minni og ég sagði bara ég er ekki að fara inn á. Nei, ég veit það. Og herri, allavega Andri tekur skóna, tekur fram, hann er með 3 pör. Nei, jú, ég tók 3 með mér. Já, hann er í 3 pörum og 2 út af öll. Hann byrjar á því að hlaupa niður og er í einhverjum skóm, kemur aftur. Hann er allt og harði völlinu sko. Ok, bara fair play, komin einhver aðra. Svo er bara búið að taka pep-talkið og við erum að fara út á völl og hann rétt yfir aðra. Vili, verður með þess að klára? Nei. Hann fer inn á. Það var algjör skelfing. Fer inn á. Það eru svo bara á mínútu 30 eða 40. Vili, verður með að klára? Ég byrja að losa reimann að maður. 3. skótnir bara á 40 mínútum. Nei. Það er gali. Það er ekki satt. Akkur segir þú hittar upp einum, hætti nei, við þá, nei. fóst í aðra og svo baðstu um að, og ég var klár, ég klæddi því í þá. Nei, ég man það 3 pör þetta voru. Já. Það var 1 skrúfur, 2 venjulegir. Skrúfurnar voru í töskun allan tíma. Ég tók... Þannig að þú skiptir 2 í sama skó bara. Það gæti verið. Já, ok. Ég held samt að ég farið í einn, hittaði upp í honum og svo bara skipti einu sinni sko. Nei, það var ekki þannig. Ég man sko, skórin sem ég endaði í var Umbro skór. Já. Sem var Tempo, þetta var þeirra Umbro, eða Nike átti Umbro. Já, viljið voru að taka eina? Já. Hvað, are you still here? Já, ég er hérna. Yes, Hva? og new game. Ferðu bara í playa? Sko, ég þarf alla hjálp, málið er að, hérna, ég kann mannganginn, ég átta mig ekkert á honum, þú veist, ég veit ekkert, hérna, er það bara new game, play. Hvað gerði ég? Þú gerir ekkert sko, bara þessi gólfið er... Já, herru, ok, hérna, Já. er ég að matsa hann hér? Já, bara full force. Þú getur tekið, áttu komið drottningu snemma, allt í lagi, ekkert sérstæð. Veitu hvað þýðir þetta? Sæði? Nú það er bara þína hjálp. Já, ok, sæði. Nú getur þú dreipið það ekki. Bara með drottningunni? Já. Góð þumalputaregla bara, byrjaði, sér við, nú myndi ég bara fara aftur heim með drottninguna. Já. Það tapja andra á hann, það síður þetta. Já, það var súrt. Sér við, hann er að vinna með það lögmál að fara út með riddarana fyrst og síðan sennilega biskupana. Við getum bara hert eftir hún þar. Út með riddarana? Já, endilega. Bara hér? Já, glæsilegt. Málið, ég hef aldrei skilið og hvert er ég að vinna, þú veist? Já, ok, ef við förum bara yfir alveg grundvöllin í skák, þá er það þannig að skák skiptist í raun og veru 3 parta. Hérna er ég að fara bara út með hann. Já, glæsilegt. 5 parta. Já, viljið fá skrifið 5 eða? Já. Það voru 3. Já. Hvað erum við að tala um? Það eru 5 skrifið skák. Fyrstu skrefin er að ná að valda á miðborðinu. Skref 2 er að koma litlu út. Skref 3 er að koma kóngnum í skjól. Skref 4 er að koma stóru út. Hvað er ég að fara með þennan hendur? Drottningur út, já, flott. hrókar að opna línur. 5 vinna aðstæðingin. En þetta verður að vera rétt röð. Já, og það er að setja þetta svolítið undir 3 hatta, byrjunna, miðtafla og endtaflið. Og í byrjunni, eins og Birkir segir, verður valda á miðborðinu, kemur riddarinn og biskupinn út, það eru litlu kallinir. Er ég að fara hérna bara? Já. Hér? Flott. Myndur ekki halda það? Þetta er glæsilegt. Já, ég held það nefnilega. Já, við erum ekkert að efa. Þetta er mjög flott hjá þér. Það ekki? Jú. Já, ég held það sko. Nú ertu búin að koma nánast öllum litlu kallum út. Manstu hvað skref koma eftir því? Nei, ég var ekki að hlusta. Ok. Já, eftir biskupinn þá þarf að koma kóngnum í skjól. Já, ég ætla að hrókara næst. Ok. Er það ekki planið? Nú maður þarf alltaf að passa og hugsa hvað andstæðingur er. Já, hann er að fara hér sko. Rétt. Skipti. En ég get ekki gert neins skipti ef hann tekur þennan. Riddarinn. Já, taka þennan hér. Já. Og nú er spurning þegar dreifir tilbaka hvort að þú viljir hrókara. Eða skipta drollu. Já, en þá er hrókurinn hans komin að opna línuna og hann græðir eiginlega á því sko. Já. Hér. Good thinking. En hver er ykkar skák? Bakgrunnur? Já. Sko við... Tengist þið gegnum skák eða? Í raun og veru, já. Við kynntumst bara á skák, bara þekktum hvern annan, hann 96 og ég 98. 98? Og við vissum alltaf svona af hvorum öðrum og vorum svona ágætis félagar.
svo erum við saman í verkfræðinni og svo hérna, já, við verðum bara mjög góði vinnir þar og svo kennum við báðir slætti gegn tíuna, Birkir þó meira og er töluvert betri en ég. Nú er ég bara Bara bæði að Sko tefla Andri, við erum og að kenna tefla skák. Við erum að tefla Ok. Hvað hérna, sko, hér En henda þessum hinga Bíddu, það er einn kall sem út eftir að reyfa. Einn lítill kall. Lítill og krútlegur. Hann er ennþá heima á sér. Byrju, þessi? Yes. Já, en ég get ekki Ég hef hingað aldrei bara heyrt talað riddarana og biskupuna sem litla kalla. Er ekki bara hér, eða? Jú. Hrókarnir og drottningin eru stóru kallinir, sko. Já. Og svo að núna er riddarinn hans svo kallega leppur. Fyrir drottninguna. Það má ekki gera. Hérna er hann að hóta Höldum leppnum, höldum pressunni. Ég held pressunni hér Eða færa þið bara til vinstri. Hér Já, af því að eins og Birkir Vá. talaði 3,5 stiga á mútið 3, sko. Þetta er glænýtt. Hvað þá? 3,5 á móti 3. Já. Ég held að væri bara að þeir væru valjóðaðir 3 og 3. Riddar og biskup. Sko, það ríkir ekki fullkomin sátt um þetta. En Nei. Birkir er mikill fylgismaður þessara stefnu. Ok. Ég er meira riddaramaður. Já. En ég tapa líka fleiri skákum en Birkir, sko. Já. Þannig að... Ég er bara að fara að hinga Já, glæsilegt. Þú ert bara topp mann. Já, þetta er að koma Mál er núna Nú er ég í myrkrunu Ég veit ekkert hvað er ég er ekki með plan, sko Nei, það er nefnilega... Nú eru að koma erfiðasta partinum í skák. Nú erum við að háta drottningunni, biskupnum. Nú getum við skipt upp, maður. Bara fínt. Skiptu pér Já. Takk hana bara Já. Já. Að hérna... Geta erfiðast. Geta helara hér Hvað segir þið? Ég bara segja Geta helara hér Já, geta helara. Mér veist eiginlega vest í skákinni þegar mér líður eins og sé allt lokað. Já. Að því að byrjunni, það er svo auðvelt að koma allum litlu köllurum út og hrókar að koma kongunni skjól. Það er auðvist. Eða þú getur bara fyllt umhaldbutareglu. En núna í miðtaflinu þurfum við að koma með eitthvað plan. Og það getur verið mjög. Þetta er góður leikur. Þannig viljum við alveg orðið Já, klikkaður. ég hefði haldið það, sko En hafið þið prófað... Hvað er þessi eitthvað? Nei, ég myndi Hann taka getur það ekki. peðið hans fyrst. Hafið þið spilað hérna Með biskup. Bobby's Random eða? Fyrst er random. Já, fyrst er Random. Já. Það er ekki eitthvað skrítið það? Það... Birgir, hefur þú eitthvað skoðan því eða? Já, þá, ég er sérfræðingur í byrjunum, sko. Já. Þannig að leið og ég Það er dett út. Já, þetta er út. Þetta grunaði mig Þannig að ég er off þá, sko. En núna, ef að segjum að staðan verði óbreytt eftir næsta leik, sem hún er ekki, þetta er snirtilegu leikur hjá honum. Ef við ekki bara hendi krók á múti bræði núna eða? Jú, Hvernig líst þér á riddari skák og skák á honum biskupi? hér Nei, gaflan. Já, Við ætlum að gafla þetta helviti Sér er gaffalinn. sínum Þetta er okkur rosalegt. Davíð keypti þetta öl, sko. Hann keypti þetta öl, já, Gambino, fæst í heyrunum. Fæst Skútuvegi. skútuveli. Hafnarfirði Vá. og kringlunni. Ríkala góð glús. Erum við að drekka það núna? Já. Já, fáðu ykkur sopa. Þetta er mjög gott Hann færir hann Nú áttu frábærleik. Þetta er svo kvöldur fráskák. Skiptir ekki máli hvert þú reyfir riddarann, alltaf skák. Þetta er veistla. Þú ert búinn að Þetta er redda veisla. riddaranum líka á allt. Hvað, hér bara? Meip. Nei Nei, hann drefum hérna, já Þú drepur hann. Sko, hér þarf bara En hvað, hér? Nei. Hámaðan í þig. Dreftu biskupinn. Mér. Já, þarna er ég bara að horfa fram á við Og þarna skákar hann líka. Vá, Heyrið þér. Skákar hann ekki bara aftur? Með biskup? Nei, þá, jú. Hinum. þessum hér, hér Þá bjargar honum úr gaflinum. Þetta lítur mjög vel út. Herri, þetta var svo vel spilað. En hvernig finnst þér, Vili, að tefla... Ok, þetta er áhugavert. Ekki bara skákana? Með riddarann? Jú, takk fyrir að segja mér að ég var bara, já, veitu En það er ekki góð hugmynd Ansi fá að leiki eftir, sko. Það er bara þessi Jafnvel máti næsta. Já, ég myndi fylgjast með þessum hérna Já, nú þurfum þið að finna máti í einum og hann er komið kóngin alveg, þetta er mögulega fallegasta skák sem hefur verið telt í þessardar. Missa. Þetta er meistaraverk. Heyrðu Sjáum það við- Andri, þú ert nýtt búinn, sérðu
Þetta er eitthvað rosalegasta mát sem ég hef séð í langan tíma. Mátið er Willi, komdu með það bara. Já. Mátið er bara biskupi niður. Hvert? Hvers vegna ekki? Komdu með reyt, takk. Já, við erum að tala um á G6. Já. Sætlinur, ekkert málur. Það var ekki mikið vesen. Ég þakka fyrir mig. Já, Ég gerði bara mitt, skilur. Ég fylgdi bara leikplanni og þetta var rosa. þetta fór eins og að fór. Fóst líka eftir þessum 5 gildum. Hessi 11. Já. Eyrið þér. Ok, en nú til þess að slúta þessari leikmuna umræðu, eða hvað er orðalagi? Þetta eru safngripir bara. Já. Þegar þið sjáu CR7 spila í haustum á okkur, í hvað vapor er hann? Hann er fyrir mér 2006 vapunum. Rauðum jafnvel, hvítum hæl. Já. Já, ég er ekki þarna. Nei, þetta var eiginlega til andra en ég ákveði að lefa Já, ég. Að hérna, ef þú ert með eitthvað sjátt á ljótustakaskála áður en ég slúta þessu. Það er náttúrulega erfið sko. Adidas hefur komið með alveg rosalega ljóta liti í tíðina. Svona það sem Það var Mbappe, skona. Já, hann var ekki fallegur. En X18 preddin. Hann er bara ekki það ljótur. Hællin hann upp eftir öllu. Jó, hann er mjög skrítinn, en Adidas var með bara fyrir stuttu Nemesis skó. Messi Nemesis skó. Já, þeir voru hræðilegir. Sem var með bara einhverjum 5-6 litum. Það bara líktist eiginlega ekki takka sko. Já, svoleiðis. Og er fólk að taka notes með skákina sem ég tók inn á það? Nei, Ég fer ekki að vona það. Þú ert ekki að tala um þessa. Nei. Nei. Ég er að tala um þennan hérna. Þessi var alveg skelving. Já, alveg hræðilegur. Þetta er einhver teiknumyndasögu skór. Adidas, Nemesis, Messi, 1FG. Þetta er alltaf komið upp í hugan sko. Já, ok, það er fínt. Og til þess að slúta þessu, þá languðu Payday að vita. Payday eru geiturnar í leiknum, hafið þið heyrt það á? Já. Við nótum það bara. Já. Er það ekki? Jú, við höfum gert það bara. Kunnið þið ekki ágætlega við á? Mjög vel. Það er svo flott fyrir einyrkja, lítil fyrirtæki, jafnvel bara Einhverja stórfyrirtæki. Já, stór Jafnvel fyrirtæki. stór, það sem ég elska við þá er ef það var vandamál, þá var Messenger bara hnappur. Ég sagði bara, þetta virkar ekki. Nú, þetta virkar núna, klárt. Já. Customer service. Já, það er mikið fyrir okkur einyrkjana. Já. Sem ekkert vitum. Byttu fyrir þér. Já, Mjög mikilvægt. Þeir vilja vita, rough estimate, hvað kostar alltaf þetta safn? Því að við erum taka þetta saman, bara ein svona Aston Villa treyja, við erum utanheimstreyja 15 kall. Við þurfum líka að taka saman sko skipamódelin sem ég á. Já, þurfum að gera það. Það er handverk sko. Þannig að þetta er, Ég hef enga hugmynd sko. hvað er sirka skór á þeir sem komast. Þetta er alltaf svona í dag, núvirði svona 30 skall skóri. Já, ég fengi miklu meira til dæmis fyrir Prettan Já. 2006. 50-60. Ég myndi ekki einu sinni selja hann á það sko. 100. Ég myndi íhuga það. Já, þú veist, þá erum við erum bara komin upp í bara Þetta er örugglega einhverju 100 kallar. norðan megin við milljónum held ég. Það er svoleiðis, Payday er ánægð með þetta. Mál er að hann á svo mikið af skóm sko, sem við getum kassa inn á. Já, ég á fullt af skóm og líka treyjum sko. Ég hef bara þurft svona. Nei, hann á Mats við, nú er ég fann að tala svo við. Já. Hann á Mats Warren, Eva Banega treyju, Sevilla sko. Það er svaka. Hvað treyju þykir ykkur mest vænstum? Auðvitað, fyrir mig er það svo treyja sko. Já, þetta tala um bara tími ekki að fara overall í hana. bara. Já. Sem að maður á eða? Já. Já, ég átti á einhverjum tímapunkti Þýskaland Adidas hérna með kraganum, hvað er þetta ekki, 2006 þegar voru í Þýskalandi? Jú. Sem að það var ekki kragi. Nei, hann var ekki kragi, en Nei. hann kom upp sérna. Já. Þú lukkar alltaf fyrir að vera aðeins massar en þú værir. Já, það var svaðal snið á þeim. FH var í sömu búningum. FH í sömu búningum, Argentína var í sömu búningum. Já, Frakkland líka. Það var minn uppáhalds. Hann var keyptur í Berlín sko. Það er líka hérna, já líka 99 United Solskjaer treyju. Já. Sem er ekki, fekk mér hann ekki eftir að Solskjaer fór að þjálfa. Nei. Þannig að hún er svona, Hún er upp þér. já klálega. Sko, já, að þú minnast það að HM 2006. Já. Það er
kannski er það nostalgían í mér að tala því þetta er svona þegar ég er á bara grassrútur árunum. En 2006, hvað ertu gammal þarna? Þarna er 8 ára. Þetta er bara vaks og grassi. Það er svaðalegt. Það er minn uppáhaldsbolti sko. Já. Elska þann bolti. Já. Það er bara, það er hvað hét hann aftur? Ég átti hann heil lengi sko. Þetta er ekki Roteiro, þetta er hérna. Nei, ég man ekki hvað hann heitir. Svo var náttúrulega úrslitaleikurinn sko hvítur og gullitaður. Það er rosalegt sko. Í stíl við skóna og bara. Já, það var svo sett upp fyrir síðan. Teamgeist, já, einmitt. Vá, sjáu þið þennan. Með áleiturunni og. Já, störtlaður. Strákar, eitthvað að taka á slepp ykkur. Smá Pepsi um það. Erum við búin eða? Ég, þú veist. Nei, við erum Eigum þetta helling eftir sko. Já, það er ekki það. Ég er búin að taka eina skáp. Já, þú verður að taka aðra. Ok. Smá Málið með Pepsi um það. bara eitt hérna, þú veist, þegar þú ert orðin fjölskyldufæðir, allt svona. Þú veist, getið haldið með þess lengi við viljið, sko. Já, 23 ára, heyrða það. Þið reyndar eru gláð að taka til þættinum annað kvöld hjá ykkur, en hvernig horfir Pepsi-delta við ykkur núna? Eru Blix búin að taka þetta? Nei, Nei. við erum ekki búin að það, sko. Það er F á eftir. Já, F á eftir. Það er bara, þú veist, ég er F á rasshaus, sko, en hérna, Leikarnir vinna að fá þeir eru F á eftir, sko. Tókum stjórnina 4-0 í dag. Já, 0-4. 2 rauð. Já, bóa bara. Já, það er bara þeir vinni þetta. Annað væri Já. mjög óvænt. Ég hef aldrei séð annað eins og blíkaliðið, sko, undanfarið. Voru þið eitthvað búin að spá að því að þeir eru núna lengri sem við? Spáðu þið fyrir tímabilið? Ég bara manna það ekki. Já, við spáum alltaf einhvað sko. Já, munið munið aldrei. hvað það var? Nei. Við segjum Jó, alltaf við ætlum eitthvað. satt bara Valur. Já, og blikarnir eru ekki nálægt þessu sko. Ég var á því að þetta væri ekkert hægt á Íslandi sko. Já. Sko það sem ég langar að gera af því mér finnst þetta svo áhugaverð pæling ef þið powerranki fyrir mig hópana í topp 4 liðinum núna hver er með besta hópinn og lélegasta hópinn og síðan jafnvel ef þið eru í stuði með að taka þjálfarana ef þú veist það get Já, ok. Mjög gott. Ég myndi alltaf halda bara besti hópun eins og þeir spilandi í dag eru blíkar, sko. Já, þú voru að horfa samt á hópinn sko. Út frá, bara burt sér frá hvernig töflu tímabilið Já, byrjaði, akkurat, sko. já. Þú mátt ekki horfa á hvernig menn eru að spila núna sko. Já, ég meina Hvernig tímabilið byrjaði, þá var það Valur, sko. Er það ekki? þá var Menn maður- tölum bara þá að var Valur var maður úrstöðan vantar. dag Já. Og hérna, F á sömuleiðis, með svakalan hóp, sko. Já. Matti Villa kemur heim og veistu, við erum með Lennon og alla þess að gauðra. Sko. Er þetta F-glerun? Nei, ég held bara á Nei. pappírum eru þeir Ógnar sterkir Já, eiga að vera það, sko. það var alltaf, þú veist, það var alltaf talað fyrir tímabili 11 mann liði F og bara geggjað og eitthvað. Já En hérna, Blóðtaka í Þóri Jóhanni Nei, það er bara, þú veist, Jú, þú veist. það auðvitað mér, hann var búinn að vera mjög góður. Já. Hann var góður, Já, spilaði alla leiki. En hérna, þú veist, hann var bara ekki í nógu góðu liði, sko. Það var eiginlega málið. Nei En þeir hérna, þú veist, jú, við getum alveg verið saman um hvað. Ertu að reyna að fá okkur til að segja að blikarnir hafi jafnvel verið með 3. sterkasta hópinn á blaði? Sko Það var svona eitthvað pæling hjá þér. Ég meina, ef við Sko, tökum bara mín helsta titla. pæling var til dæmis bara að Víkingur er ekki með hóp sem kemst nærri Nei, þessum en lið. sko aðtöða það líka, Víkingur í fyrra voru ömurlegir. Já. Víkingur ári áður voru ömurlegir, þeir eru byggmestara sem þeir gætu mikið á því, sko. Ég sá bara að hugsa, þetta er bara búið, sko. Þeir eru ekkert fara að ná meira úr þessu, þeir mistu Óttar Magnús og mistu þess að kalla, sko. Já. Þannig að þeir eru náttúrulega eiginlega stærsta uppsettið, sko. Káa kom einhvern veginn inn líka, ég myndi ekki kannski setja það í topp 4. Ég myndi halda þetta væri F á Valur. En líka með Víkingana, mér finnst ennþá eins og Líka. ég sé að svo gaura þarna sem ég man ekki hvað heita, sko. já. Svona, þú veist, ég fylgist með þessari deild, sko, freka mikið. Já. Svo er alltaf bara svona, já, herri þessi. Einhvern veginn, þú veist, alltaf einhverju gaurar að skjóta úr kollinum sem eru síðan bara geggjaðir, sko. Já. En svona ef þú eru alveg reynskilir, hvernig horfðu þið á sísonið? Veitu, ég ætla að fá að stela bara powerrack ef þið eru með það. Reiðum höndum. Bara hratt. Já, bara hratt. Valur. Hugsunlaust. Nei, Valur. Þeir eru í röð. Já, ok, í röð. Alltaf Valur fyrst.
hefði maður ekki verið með K.R. bara í fjórða? Nei, Hver voru fjórða þá? ég myndi Nei, halda- Blikarnir Blikarnir í Blikarnir þriðja þá eða öðru, þriðja. Já, sammála því. Frekar en öðru. Ok, segjum það bara fyrir tímabil eins og maður sá þetta á pappirum fyrstu 11 Valur, FH, Blikar Jú, er það ekki KR? Eða KA? Já, KR. K.A. með sterkari hóp fyrir tímabilin KR. Nei, Nei, ég held að K.R. hefði verið í Þið fengu fjórða. bara svo svalan glugga þarna Ef þú ætlar að setja upp þannig sko, en svo bara einmitt, við erum að setja þetta upp eftir einhverjum ferlum hjá leikmönnum sko. Óskar Hrafn en Náðu Jason Dahl hlóa því. Já, sko, það er annað sem langar aðeins að koma inn á. Bæði Jason Daði og Gretar bróðir, þetta eru 2 leikmenn sem koma frá, sko, Aftureldingu og Fjölni. Það, þú veist, hver hefði trúað því fyrir tímabilið að þeir labba inn í byrjunliðið og sko, gjörsamlega sementa sig. Jason bara eitt besti leikmaður deildarinnar og Gretar bróðir að slá út Finn Tómas sem er nú búinn að vera eitthvað meiddur en ég er búinn að horfa á mjög marga leiki með KR og er KR-ingur. Frábær leikmaður. Já, Greta er líka hann er upprunalega miklu framar á vellinum sko. Já. Það er helst fótbolt í honum og hann er lefty þannig að sem spilandi miðvörður er hann frábær kostur sko. Og ég veit að FH var ósætti með hann mikið sko. Leikmenn alltaf bara ég veit ekki með þjálfarna en Jason Daði finnst mér bara eitthvað svona En ég skil ekki á hverju ekki löng. það er bara eitthvað algjört moneyball sæning sko. Já, það er Moneyball sæning hjá Óskar Hrafni sko. En málega þessi lið sem eru, þú veist, topp 4 og jafnvel bara, þú veist, lengra niður. Þau bara hlæja því að fara niður í þessar deildir, hvort það sé sko fyrsta eða önnur deild eða eitthvað. Fá einhverja gaura og þeir fá sko, þú getur kíkt til okkar og þú færð 2 pör á dag sko. Getur splest á því buxum líka. Og Gerfgarðsbuxum hérna gervigrasbuxurnar niður fyrir, já. og þú sérðum boltana og allt hannig sko, en þú getur eftir með okkur. Þeir bara, heyrðu, geðvikt, takk fyrir. Og það er bara gein í þessu. Ef hann er ekki nógu góður, þá bara er hann ekki nógu góður. Akkurat. Já. Og þeir þurfa ekki að tjalda neinu til, þeir eru ekki að versla neitt, þeir eru ekki að kaupa hana utan og eitthvað. Og veist, málið er það, Ísland er bara svo lítið að þú þarft að vera heldur harður ef þú ert síðan með gamlan Blika sem er að koma heim. Já. Hann er kannski orðinn 32. Akkurat. Þá þarft að vera svolítið harður til að segja nei, við erum ekki með pláss fyrir þig, þú getur farið bara annað. Maður séðast kaupstefna KR, kaupstefna FH í árið og Valur líka að taka hérna Þannig að Arnar Smára, þú veist, Það þetta er mjög erfitt að vera með lið sem að er bara með þjálfara sem er bara með pressa á titilin ár eftir ár. Það er ekkert grín að sækja svona leikmenn og gefa þeim sensin. Nei, það er alls ekki, en síðan ef þú ert með nefnilega, þú veist, hinn pólinn, þú veist, ætlarðu frekar að fara bara í neðri-deildina eða að treysta unga gaura eða eitthvað, en svo bara er einhver gaur sem er bara svona banka á dyrnar bara í Pepsi-deildina, sem að er með feril, geggjaði leikmaður kannski á sínum tíma og er einhver eftir í honum, jafnvel, það enda alltaf einhver lið á að taka hann, alveg sama hvað eitthvað data-analysi segir eða eitthvað, það er bara bæði einhver rómatík í því. Það er bara Guðmundur Steinn eða? Hann eiginlega næri ekki að inn sko. Nei. Ég er að tala um Arnar Smára sem að Valur hefði ekki tekið hann. Já. Haldið að það hefði ekki einhver lið tekið hann. Jú. Það er enginn að fara að segja, herru, þessi gaur er búinn að vera svo meiddur og eitthvað, hann bara kemst ekki að í Pepsi. Skilur, það er ekki að fara að gerast. En það, þú veist, þess vegna er þetta Blikadæmi mjög nett og ég var alveg, sko, viðurkenni það, fyrstur manna, ég held þetta var ekki hægt. Nei, og í byrjun tímabils þá vorum við að ræða það sko að þegar illa gekk, þú veist, að gekk illa í byrjun, töpum á móti KR til dæmis, ég maður bara KR mætti þeim bara og það var einhvern veginn orðin bara svona uppskjöfna því að vinna Blika var bara að mæta þeim uppi og þeir réðu bara ekkert við það, það var bara svo að vera einlega í boði. Já, auðvitað eru búin að juggla því og breyta því og Já, ég man bara, þá tölum við maður, þú veist, þú kennir ekki gömlum hund að sitja, Gísli Eyjóls, þetta er leikmann sem er komin heim, hérna, að því að þú horfir á fyrir leikmann sem, hérna, Damir. Nei, ég sé, ef þú bara tekur bara tölfræðina hérna, þú veist, ferillin er svona upp á við, Höskuldur fer til Hammarby, það er einhver hápunktur, hann fer ekki upp við að fara í Blika, sko, hann er alveg niðurleið. Já, klárt. Hérna, og flestir af þessum gaurum sem er að koma heim eru á niðurleið, Kitty Steindós, hann er á niðurleið. Ef þú pælir í gaurum sem er á uppleið, þú veist, þú veist með Róbert Orra sem fór hérna til, hann er uppleið, þú veist með núna Jason Daða sem er augljóslega uppleið. Davíð Ingvars, já, algjörlega og svona fleiri, en manni fannst eins og Blikar væri með leikmenn sem væri
og mikið á niðurleið og ég hugsa alltaf bara þessi gaur nenni ekkert að hlusta á eitthvað að því leið og að gengur illa þá eru þið með afsökun í Óskari sko. Já, Þú veist, klárt. það er bara leikstílinn er bara svona, hvað heldur hann að sé skil og allt þetta en veist, svo kemur bara daginn hann er bara greinilega að Já, mér finnst það bara drilla þetta allt í gegn og þetta er geggja hvernig þetta gekk upp, af því að eins og eftir bara káleikinn þá hugsaði ég, herru, ef það er að taka eitthvað tiki-taka-bolta hérna á Íslandi þá er ekki gæðin í leikmönnunum það mikil að þau trompi bara einhverja pressu frá öðru liði. Nei. Það er miklu auðveldara að kenna einhverjum já. semiprós að pressa almennilega og verjast heldur en að spila svona góðan fótbolta. Þannig ég held alltaf að pressan geti trompað sko Já, í íslensku deildinni sko, sérstaklega. beautiful leikan sko Já. en síðan bara einhvern veginn svo leta hann þetta virka og hann líka ef þú horfið á Blika í byrjun tíma svo núna þetta er ekkert það sama. Nei, allt annað lið. En mér langar að koma aðeins inn á punktinn hjá þér Vili, bara að fá þessa gömlu hunda til þess að sitja er hægara sagt en gert og ég var mjög innviklaður í Gróttuævintýri á sínum tíma og bara það sem Óskar og Dóri voru að gera þetta er náttúrulega þegar þú ert í annar deildinni og ert bara með unga leikmenn fá til þess að sína trausta verkefnu það er hægur leikur með það sem hann er að fást við núna miklu auðvitað en þetta sko en munurinn er sá að því að við gleymum því ekki að síðan taka Óskar og Gústi Gilla switchið og sko ég held bara að það sem Óskar og Dóri hafa til þess að fá til þess að sína svona mikla trúa verkefnu er það að þeir eru þarna frá 8 til 7 að vinna og þannig öðlastu bara virðingu sko og ég get alveg ekki Gústa Gylfa sem dæmi bara svipurinn fyrir Gróttu að fá Gústa Gylfa ég bara þekki fullt af leikmennu í þessu liði það er bara töflufundur fyrir leik og hann bara er með einhverja klær spurningamerki, segið þið mér hver er bestur í þessu liði Jaha. Já, þetta er bara Leifur, samlingar já, en þú veist, hann er bara eðlilega, hann er bara í vinnu og öðru en þú veist, þessi tveir taka þessu bara challenge aftur, við erum klárir hann bara, þú veist, þegar það sína svona mikið metnað Já, ég og svo, en svo líka bara leið og fær velum fyrir erfiði þegar Blikarnir fóru að sjá kannski að þetta var eitthvað aðeins meira og líka þeir jassa sér niður í, þú veist, Anton Ari er ekki jafn hátt uppi Nei. og þeir svona fara aðeins einhvern milliveg Já, og það er líka alltaf orðin möguleiki bara, herru, eitt langur það er að losa pressu hérna og þetta er bara aðeins búið að slípa sama þá er allt annað og líka bara hvernig hann er búin að jökla það er ekkert sérstaklega mikið talað að hann losa sig við Tómas Mikkelsen Nei það er ótrúlega move Já, bara á öllum pappirum og allt Dokkarinn talaði aðeins það í dag sko Já, það að bara, þú veist, hvað það er hart Já, það er það sko en líka bara, þú veist, svo sjá þeir voru, fannst mér til að byrja með þá átti þetta að vera algjört dúkkulísu dæmi við erum svo geggjaðir að spila að við vinnum allt þannig svo þegar við sjáum að vinna Val 3-0 Blikarnir án bolta voru bara svona svo illubaldir hundar í kringum valsalana þegar voru með boltan sko. Já, núna sérst Já, þú veist, þeir voru bara það sem bolti var, voru bara 3-4 Blikar á fullu og þeir átóðum allan völd sko. Sáðu hérna Bjarki Már Ólafsson var með greiningu hann er náttúrulega geitinn hann er geggjaður sko Er ég að spila núna? Þú með svart núna Flott maður Gjum við löfskort ekki tala á tell Hvað er að tala hérna? Nei Mætt honum bara Sorry Speglum Ok Þið þurfa að tala við mig Birkir, þú ert svo blóðheitur í skákinu Það er rosalegt Er ég að spegla bara áfram með það? Já, spegla bara drasl Svo bara út með riddarinn og biskupana og toppmál Riddarann, hvar vorum við? Við vorum að tala hérna Bjarka Már Ólafs Já Mér langar að var fá þannig kaosið bara. Stílbræðurum Mér langar að fá það eru 2 umferðir eftir Jésús, ég ekki að gera þetta Topp 4 og hverju falla Já, hérna Fylki fellur Ok Já, saman því Ég held að Ía falli líka Ok Ég held að Blikar vinni og það verður Víkingur í öðru Káur vinnur rest Káur vinnur rest, getur þá Víkingur Ég veit það ekki, ég bara þekki það ekki Nei, ok Sko, ég er bara að spegla Ég er að spila bara eitthvað eftir að Káur myndi vinna rest Þú ert miklu betur en hann Þurfum ekki að spila Nákvæmlega, þetta nákvæmlega mig sko Ég þarf eiginlega að fletta upp stöðutöflunni Já, gera það bara Bara koma út með kalla, riddarinn og biskupana En Fylkir og Ía falla Hérna? Já, en það væri samt það væri eitthvað svo geggjað ef að Hér? ef að Ía myndi síðan allt í henni bara
búin að vera á hérna boltinum eiginlega sko, allt sumar. allt sumar segja svo við HK og Fylki við heyrum í ykkur Já. Já, hérna, það væri geðveikt sko, það er alveg saga sko. Býtum við. Já, Fylki eftir nefnilega sko það verður Er þetta eitthvað? Það verður rosalega slagur. Hvað er að tala um? það Koma, er bara glæsilegt. maður er spenntari fyrir því heldur en sko þessum toppliðum að spila sko Dóri aðstæðþjálfari Blika heyrði í okkur á sín tíma. Maður sættir í það. Nei. Það var hann í Gróttu sko og ég var nýbúinn á setmóti í Selfoss bara til svona sem mark um það hvers konar hérna gæi þetta er sko. Hvað er það bara hér eða? Rókering. Rógering. Skref 3. Nei, Nei, hvað er þetta? Þetta Ég var er nýtt ykklast á samt. mönnum. Finnum på hjólinu hana. Herri, hérna, já, ég talaði um það í þættunum að, hérna, ég get ekki tala alveg hefða Nú er- mist drottninguna Sko, leikiðina að það inn það er skelving sko hann getur tekið mig hér, þá tekið hann hér Þú veist, I'm all ears hérna, strákar. sko, ef núna til dæmis þetta er svona staða það sem að ég er herðu, ég er fastur og þá fer ég bara í skipti bara að reyna að opna þetta Já, Já, en það sem myndi gerast til dæmis ef hann drepur ryttarann er það að hann drepur tilbaka og hann er búin að opna fyrir hróki sinn og við erum í alveg að blókara stöðu en hann er í opnari stöðu. ok Þannig að það er spurning hvernig við getum kannski að fara ryttarinn sem er hægra megin yfir til vinstri og búið til einhverja sókn á kongsvagnum. Hér, Já, til dæmis. fara vinstri á vængin Svo er spurning hvort við getum ítt þessu peði fram hana sem var undir ryttarinnum. Það er alls konar möguleikar. Hann er að sprengja upp, við erum þólumóður. Já, ég fyrir einn bara. það er ekki bara eitt frekar miklu upp á að valda þennan, ég er að hugsa það já, þú ert með doppul þú ert með fjórfalda völduna á núna sko Dóri sem sagt, ég kalla Gróttu út ég segi bara að þetta var svo dapurt að hann var Blikar, hann var minn maður í Blikum og hann var mættur og Grótta átti leik, að þeir mætti ekki leikinn og bara eitthvað svona, og við þurftum að taka þennan fóreldarnir en byrju, ef ég drep þennan Já. það er enginn sem er að fara að taka þennan gaur það var líka því hann var að taka þinn já, mér er alveg saman það En já, byrju, ég náði þessu ekki alveg. já, Grótta sem sagt er á mapp, bara á kortun er það er bara leikur Gróttu næst, við mætum hann klukkan bara 2 eða eitthvað og Grótta mætir aldrei, það mætir enginn þannig að við endum á því að við fóreldarnir förum á spilum við hérna 7 ára guttana sko og ég er eitthvað að segja sögur frá því að því ég var með hann Guðlu Arnars hérna handboltalegend í liði sett hann bara fram og hengd hann ítrekka þetta voru ykkur 7 ára gaur ég er ekkert við hann sko við fengum bara e-mail frá Dóra bara herri, hann bara gerði bara grein fyrir sínu máli bara það var ástæða þetta fyrir var ekki okkar Gróttu heldur var þetta Selfossmótið að klikka og hann bara vildi fá bara hérna bara svona eiginlega jafn mikinn tíma í afsökunarbeðinu og fór í að tala ítlum Gróttu sko mér fannst það virðingavert, mér fannst það geggja Já, Dóri sko, minn annar faðir, sko. Hann talaði upp alla yngri flokkana. aha, Og með mig í bara selinni í grunnskóla og... sko það sem við þurfum að gera hérna Já, hvað ætlum við að gera? Myndi Eins og segja að núna, ég var í núna. köðlunum með það Nei, ég myndi alls ekki segja nei, eins og núna, nú veit ég bara ekki hvað er best að gera Ok, sjáðu rittarinn sem er þarna eiginlega á miðinni, ekki hvorum megin. Kannski fær hann bara vinstra megin. þannig, Já, hérna, já. já, einmitt, þú veist, þetta er að segja að tala um ég kann manngangin, jú en ég veit ekki hvað ég að gera við hann sko. Nei, myndi þessi plan, það er ekki, það er hægara sagt en gert, sko. já, En já, Bjarki Már Ólafs, þú ert líka... já, hann er svona hérna já, eiginlega ný uppgötaður námangi veistu hvað við, já, fyrir okkur hérna leikmennina sko og hann er bara geggju típa, hann er með allt sett á hreinu hann mætti í þáttun okkar sko Já, það er eiginlega minn uppáhalds þáttur hingað til Já. með fullri vinningu fyrir öllum gestum sem hafa komið það er enda Mark Bosnitz sem er minn uppáhalds en hann fór aðeins undir radarinn Bosnitz já, hann var hérna sko ef ég tek hérna nei, ég er bara í hróknum sko maður sjá, hvað segir við? ég var eitthvað komin í það Já, en sko, hrókurinn hans, hann liði bara vel að færa sig, ég veit sko. það sko Þannig að spurning hvort við getum virkið, já nákvæmlega, þessi er ekki að gera neitt. Skipta á lélegum kall fyrir góðan kall, ef að leinu lengra. þetta, ég held að þetta er búið að breyta skákinni sko fyrir mér núna
Það er miklu skemmtilega, því meira sem maður lærir, því skemmtilega En sko. þessi skipti sko, ég er að fara að skipta öfugt núna alveg Nei, sko, ég notaði iPadinn bara í það að vera á Twitter og taka kannski sem svona second screen eða það var Aston Villa leikur í gangi og Pepsi. Nú er ég fann að tefla. Það líst mér vel á. Tap öllu, en ég tefli samt. Þú mátti alltaf hringi vinn. Já. Það eru gerðu vinnur. Það gefðu vinnur. Já, svo, heldum áfram. Við erum að fara í eitthvað tíma, þetta verður eitthvað tímadæmi sko. Já, ég er bara að mynda plan. Gaman að hérna, Bjarki Már Ólafs fá að sjá, því hann er að vinna hrikalega flott starf á bak við tjöldin sko. Hérna? Varstu að tala um þetta? Varstu að tala um að fara all out eða hvað varstu að tala um? Já, sko ég veit ekki hvort ég myndi taka þetta, bara hann er á fínum stað þarna. Birki, hvernig hefur að opna þetta? Þetta er orðið svona... Drefti bara Riddara með biskup. Sko núna myndi ég jafnvel hóta Hérna? Já, gera það bara fórna hálfstíð. Ég er bara alls, nei, veistu það? Það er mínúti eftir. Fórna hálfstíð. Það er rétt, það er mínúti eftir, tíma á þetta. Riddari baka. Hérna? Nei, Riddari tilbaka? Já. Hingað? Já, Ok. það var að gera. Auðvitað. Hann var að fara að drepa mig hérna. Við erum að fara að renna út á tíma sko, þetta er ekki gott. Henni. Erum við næsta leik hérna? Það fyrir því að gera sko. En það er spurning hérna frá Domus Nova. Það færi þennan. Og Domus Nova, þeir eru kongarnir í fasteignabransum, það er bara staðan. Og hérna, Frýtt verðmat. Frítt verðmat, 10 sem ári, gerir aðra betur. Og svo lín tíma eftir maður. Já, sko. Þeir spyrja hérna, það sem þið eru að... Nei, Leifur, ég held að vera á bíóspurninga þannig að segja skákum búin sko. Hér? Nei. Ok, bara peð, eitthvað. Hérna? Já, liftið. Peð, hvað? Já, þetta. Þetta er þetta góðu leikur. Já, 21 sekund eftir sko. Já, nú fyrir bara að leika hratt. Næsti. Riddari drepur. Riddari drepur. Já, nú eru toppmál. Toppmál, bara... Já, fyrir um tíman sko. Leika hratt. Drepa. Drepið. Yes. Sko, það verður náttúrulega aldrei tekið að Villa. Hann átti skák kvöldsins ef ekki þáttarins. Hvað er að gera hana? Leika. Hérna? Já, lengra bara, einu lengra. Er búið? Þetta er búið, it's over Johnny. Herri, já, næsta spurningi er, hún er frá góðin okkar Jóni Kára Eldon. Hann spyr, þar sem þið eru á Holtinu og Holtið er þekkt fyrir að leysa ágreininga með handalögmálum, voru það að lenda reglulega í slagsmálum og getur Vilhjálmur sagt okkur frá þessari gríðarlegu höggþyngd sem hann er með? Já, hún gefur handboltanum. Nei, ég hef aldrei lent í slag. Nei, ekki heldur. Bara aldrei nokkuð tíma. Nei. Og bara hérna, en Holtið var svolítið hart sko, þú veist, það var svona... Ég er rétt mist af einum blóðugum. Já, Magga Skitles. Já. Það var hnífur sko og heigafla. Býttu nú við hverju baksaðan þar? Nei, þetta var sko... Það var Akureyringar í bænum, það er það sína. Ég maður ekki alveg hvað ég var í afmæli, svo fer ég yfir í næsta afmæli. Hálftíma seinna komu 2 bílar frá Akureyri. Já. Þetta er bara þegar við erum tvítugir eða eitthvað. Rosalega margar svona hetjusögur úr þessu partíi. Já. Það er ein saga af manni sem að, hafnfinningur sko, sem að, sko, fyrsta sagan er alltaf það að þegar bílarnir mæta, þá er kalla bara, þeir eru allir út í skúr. Já, og Varum opnuðust menn bara, það er þetta skóplur og eitthvað. Sagan sagði að systirinn, hún hafi verið bara útbýta bareflum. Skópla, stunguskópla, heikafall, malaskópla, hrífa, þú veist, það það sko. Og það er ein sagan, önnur sagan var svo Einn þurfti ekki barefli því að hann var með staf. Já, hann var, hérna, hann var fótbrotinn eða hvort var hann hníðaðgerð eða eitthvað, slítið krossband. Það hljóðum bara svo miðaldi, var einhver brenda bálega. Þetta var ruggla og svo er einn sem var með okkur í skóla sem að tók stunguskópla sko, innum bílur eða svona eitthvað. Það er ein sko. Af því að hún var útbyttu stunguskópla. Já, hann fyrir bara sem slíka sko. Svo var einn að hrífa þarna og nýjum en svo hérna svo er, já, þessi sem var með stafinn sko, hann baði ekki neitt sko. Það var einhver saga á svona hetjusaga, þú veist að þekkja þetta hetjusögurnar sem að vera að lemja eitthvað maður og hann hreyfir hausinn, hann er klofvega yfir hann sko, þetta er mjög brútal og ógislegt sko. Hreyfir hausinn svo hann svona kýlir í malbyggið
Möll brýtur þessu hendina og segir hægt að hreyfa sig og heldur áfram. Já, Það var svona hittis það var alls konar, það var eitt stunginn og kyrt á hinn og eitthvað, það var alveg, en þarna einmitt sko, maður var góð drengur, maður var nýfarinn. Já, maður var farin sko. Þannig að maður var Maður maður eiginlega, sko, maður þakkar eiginlega fótboltanum fyrir líka, í svona. Já, þetta alvöru forvörn, málið að maður svo áflóð fælinn sko. Já, þetta... Í grunninn, bara, þú veist, ég vil ekki sjá þetta sko, ég vil bara lítið í mér sko. Já, maður vill yfir ræðamálin sko, eða jafnvel tefla bara. Já, tefla bara. Klassísta útkljá ágreiningi með eitthvað skák sko. Maður bauð oft bara, tökum henni skák upp á þetta. En en það var sko... Andri var samt erfar en ég sko, upp allt sko. Já. En það var kannski minnum ofbeldi sko. Já, það var svo nöttir sko. Já, það var eitthvað nöttir. Ég held að maður hafi verið þokkalega erfið svona krakki sko, úlingur. En 98, þú fæðist 98. Rétt. Og úrslitaleik HM 98, þá sitjum við og horfum. Og ég bjó í blokk sem var bara félagsíbúður. Ekkert annað, það var bara, og það var ein íbúð á sko neðstu henni sem var mjög erfið. Og það var mikið verið að reyna að fá fólki út þar. Þú náttúrulega þekkir þessu sögu. Þá, það var ekkert bankað, heldur bara hurðinu svona sprottur. Mæti maður það svona skjögrandi, byrður Winston í hörðun og yfir, og ég er að horfa á Brasilíu Frakkland bara þáttin í 9 ára sko. Þetta er þú að fæðast. Þetta var það. Þetta er alltaf ekki lagi sko. 98. Þetta var svona svolítið sko, þetta er holtið sko. Við djókum alveg með það og það er alveg eitthvað til í því sko. Þetta var holtið. Svo ég var síðan að vinna á leikinámskeiði bara svona eitthvað 20. Þá var ég sem sagt í öðrum skóla. Svo kom eitt starfsmaður úr Hvanneyjarskóla sem sem sagt holtið. Hann var að vinna með okkur. Og ertu þar? Hvernig er það? Þetta er rosalegt maður. Og var svona, það er bara engin með næsti maður. Einn er aldrei í sokkum. Þetta er auðvitað massa ígjur sko. Já, einn er aldrei í sokkum. Ég fór í heimsókn til gaur sem var aldrei í sokkum. Já. Nei sko, Ég er ekki að grínast. En vitið hvað þetta er sko, þeir eru litlir, þeir eru krakkar, þið hafa engan annan samanburð. Það sem gerist bara þennan dag er bara eðlilegt. Þið hafa aldrei séð þetta á því. Og það var svona mörg atrið maður rifjar upp sko, sem var svona pínu steikt sko. Þessi gæði sem var aldrei í sokkum. Hann var aldrei í sokkum? Svo bara var ég í vinahóp og það var eitt sem átti lítinn, yngri bróði sem var samt 9 ára. Satt, þú veist, hann meið bara á sig í sófanum skilur, hliðina á mér skilur. Það var allt þannig. Manst ekki líka þegar Jesús Manst ekki í blokkinni þegar þegar einn átti að hafa dáið í partíin. Jú, það var bara sjúkrabíll mættur. Ég bjó hliðina á þessu, ég sá þetta gera. Og það er ekki áfengisstöði, hann hætti að lifa sko. Kom bara börn. En það var ekki svona eitthvað dópistapartí heldur, þetta var bara fjölskyldan sko. Það var bara En líka bara eins og í dag, þú veist, maður fór hoppa út í frímínútum og gott veður og maður kveikja sinu. Þetta er ekki, þú veist, hafið heyrt að því í dag? Kveikti maður í heilu túni bara? Villa Bóndatúni, já. Bara alvöru sinni, við erum ekki að tala um bara nokkuð strá hérna. Já, bara svo var þessu Ég var að fara að smelli sko. Nei, við reyktum aldrei. Nei. Svo var það var fótboltinn. Þú byrjaði að drekka undan mér endar? Mér fannst ég meira að vera orðinn gamall sko. Hvað var gaman það? Það var eftir, ég held alltaf upp á drykkjaafmælið mitt á Menningarnótt. Sko, það var mjög skemmtilegt. Það er smá saga bak við það. Við erum 4 manna hópur, við köllum okkur kollin sko, upp allan bara frá grunnskóla upp í framhald sko, allt þetta kjaftaði sko. Og þá var bara tekin sameiginlega ákvörðun það að detti í það á Menningarnótt. Við vissum ekki hvað það þýddi. Það var eftir 10. bekk. Eftir 10. bekk. Og ég man að Andri Geir og Fyrir Þjóð Blöndal, þeir voru svona hópurinn sko, sem voru 2, og svo ég og Kári annað, og þarna Kári kemur til mín og við fyrir saman í strætó og ég gleymi ekki þegar hann kemur upp, hann dinglar og ég er svo mýrar hér að detta í það og ég er búinn að ræna einum bjór úr skúfunni niðri, því að mátti ekki sjást og Kári kemur, dinglar og ég opna hurðina, hann kemur svona hérna
síni dósina, hann sé með hana sko, alveg svakalega aðtöp. Við bara geggja, já, þetta í það maður. Strætónir bæ. Svo tekið upp maður, 2,25%. Það var pilsner. Já, Þú varst ekki með pilsner, þú var með kippu sko. já. Og ég byrjaði ekkert að drekka síðan fyrir hróaskipti 2007 sko, 18 ára gamall þá. Já. Það var bara út af veðri sko. Ég þurfti bara að deyja á mig. Ég var bara einn. Já, byttu, þú verður nú eiginlega sko ræða það aðeins nánar. Hafið þið tími í þetta allt eða? Þú Já, náttúrulega- já, við erum nógan tím. Þú náttúrulega ferð með félaga út. Nei, við pöntum okkur ferð saman félagarnir og ég enda einn. Þess að hann beilaði bara á viku fyrir. Þannig ég fer einn á hróaskildi. Og það er bara rigning og ég get ekki tjaldan eins staðar og þá kemur svona, það er nú, þú veist, I need a drink moment, sko. Og Annars að þekki einu annars sinni að dæmi, þekkja sko. hvað það er, sko. Þannig að það var keiftur ykkur kassi og bara látið vaða, sko. Bara einn í hróaskildi. Já, ok, heyrðu, þá til þess að slúta Holtz umræði. Já, Jojo KJS spyr. já, það er kóngurinn. Já, þið þekkið hann. Já, já. Þegar hann hlýtur að fiska eftir einhverju sögu hérna. Hann segir, hvað myndið segja að væri fallegasti botnlanginn á Holtinu? Það er dvergholtið, myndi ég halda. Já, Hann er að horfa eftir Brattholtinu, sko. já, dvergholti. Er það ekki Pokémon miðstöðin eða? Birkir. Er ekki dvergholti? Jú. Birkir, hann var eitthvað fyrstur hann. Það var eitthvað rosalega. Áfram gag. Já, besti botningin er bara dvergholtið, það er bara það. Já, já. Við erum með blokkir, einbýlishús öðrum megin og svo rað og svona, eða svona, já, svona tvíbýlishús einhvern veginn í botninum. Já. Það er líka svolítið gaman með Holtið, sko, að því ofar sem þú ferð, Því verra verður það. já, Já. því meiri blokkir ferðu. Að vera Holtið. Já, svo svona jafnvel svona í jaðrinum getur alveg fundið sko einhver proper einbýlishús. En hérna, ég til dæmis bjó í blokk sko sem að var, ég veit ekki hvort að, þú veist það var enginn að sko neglu purrun og byggja rauðan vinstun í hörðum, Nei. en það var samt alveg alls konar Já. og það var einbýlishús til dæmis við hliðina á mér sko, Já. sem að mér fannst allavega, já það var alveg geggjað Svo að koma fyndið. inn í það sko. Bara að því að ég man þegar ég kem heimtíðin bara á síðan tíma, eitthvað tíma bara í miðdild og þá átti hann sko gettoblasтерinn, hann átti hérna, þú átti sko útvarp Já, og svona handfangi Með sjónvarpi? Sjónvarp í miðjunum, ég fannst það ruggla. já, Skjárinn var svona stór, hann var ekki meira en það. já, Og maður hugsaði bara, já, já, ok, þetta er peningafólk. Þetta er peningafólk. Það var hannig. Þetta var eitthvað útilegu græja sko. Já, algjört drast sko. Erum við með nógu spurningum? Já, við heldum Keyrum þetta í gang, komum. Við heldum, já, rétt. Sko, Jón Kari Eldon, hann er á eldi. Hann hefur ekki vikið að gera maður, já. Hann spyr í að drepa giftast. Við Jesus. erum ekkert að ská hana þessu, við erum ekkert Er að þetta ekki fyrir eitthvað? sigur húða þetta. Þetta er fyrir eitthvað. Þetta er fyrir andrætti. Jú, hún er fyrir andra, rétt. Hjörvar Hafliða, Mike og Höðinginn. Ég myndi alltaf sofa á höfðingjanum sko. Það er ekki spurning. Ok. Þetta er líka svona njóta ástæðdæmi svolítið. Já, já. Við myndum Ég- báðið vilja þetta. Já, ég var on the receiving end þar held ég sko. Ok. Ertu með nöndina þarna? Nei, ég er kannski ekki alveg með hann sko. Leggstu niður þarna helst rottaðinn. Síðan, Jésús, sorry. sko, ég myndi... Hvernig er þetta takskór? Fílar ekki takkaskó. Smakka á þessum. Ok, það eru tveir eftir. Já, ég sko... Þú ert ekki að fara að drepa höfði, nei, Hjörvar. Nei, ég myndi giftast Hjöppa Já, því miður. Já. og svo neyddist ég til að drepa fyrirvændi þjálfara minn, Mækaran. Heyrðu, verðum ekki að... Hvernig var Mækar þegar þjálfari? Hann var geggjaði bara. Það var eiginlega best sko einhvern tíma fyrir leik, þá fór hann að tala um stöðulana. Á leikinu. Já. En að stöðullin á okkur væri sko þetta mikill sem hafa, þú veist, hann var svona að segja okkur að vera með underdogs Ok. og vitnaði stöðulana og trúði nú ekki öðru en að það myndi gefa mönnum blóð á tennarnar. Já, já. Og þetta er íhá því þriðið og fjórðið, eða? Þetta er bara, Þetta er bara önnudildin. þetta er gamla önnudeildin. Já. Það var fyrir tíð Coolbet. Já. Þetta er sko
Þetta er, já, þarna er ekki fjóradeildin til, sko. Þarna er Hjörvar sannlega bara með lengjuna, sko. Já. Já, nei, þetta er örugglega undan því, sko. Já, það var bara geggjað og hérna, þetta var, ég gleymi ekki fyrst, þegar ég mætti fyrsta leik á IH, var eitthvað leiðan út á land, hittast á salatbarnum. Ég maður bara úlingur nánast, sko. Þú varst IH maður í öðrum fólk. Elst ára öðrum, ég mani fyrir. Nei. Nei, ok. Annars hefði ég aldrei farið, allavega. Salatbarinn, menn fá sér salat, voða healthy, flottir á því. Svo farið út og þá er helmingurinn af liðinu að reykja áður en að farið, sko, upp í rútu. Og þá var svona, ha? Ekki fótballtamenn? Já. Ég man bara Það var svona svolítið sjokk, sko. Ég alltaf sleit allt í hnén á þessum tíma, meiðslin alltaf, það sem sko hefði orðið. Svo kem ég tilbaka og þá þú farir mig í IH innan gæstlappa. Ég mæti á 2 æfingar og liðspartí. Svo eftir liðspartí, það var heima hjá, held ég bara, það var í Áslandum, ég man ekki, Mike var þjálfari, sko. Já. Og það var mikið stemming og svona, og góður hópur og ég man bara alltaf eftir þetta. Töldu síðar þá sagði ég, það er æfingu, ég segi, ég hef aldrei búið þetta heilsupartí og ætla ekki að æfa mig, hvað er það? Hjólaðir í mig fyrir það. Svo var einn sem að mætti, sko, í Sikona takaskónum. Hann var í svona ódýrari típa Total 90 öðrum megin og Copa Mundial hinum megin. Einn skórinn svartur og hinn, sko, glansandi silfurlitaður. Hver er það? Man ekki hvað hann heitir, þetta var algjör kongur. Og hérna, og Mikki lætur hann vel heyra það, sko. Hvað djöfull er þetta? Sikona skónum þetta á æfingu. Svaraði hann. Það er dýrt að drekka brennivín. Það er dýrt að drekka brennivín. Já, einmitt. Það er geðið svarandi. Það er orðinir svar sem gengur svo yfir allt bara. Já, og þessi var á miðjunni bara, hann átti miðjuna. Já. Það var alltaf, þú veist, alveg saman hvort það væri Total 90 eða hvað, sko. Eifur, hvaða spurningar er eftir? Ég er að hendi í hraðspurningar, það er eitthvað, en svo eru bara með nokkrar núna í lokin hérna. Spurningi bóði AHA á Andra. Hvor með fleiri þrennur, Klose eða Inzaghi? Ég myndi ekki sko Klose. Klose með 9, Inzaghi með 10. Já, ég er alltaf að Inzaghi. Þessi er búið Dóms Nóa, hún er á því vilji. Og það er vilji. Hvor með fleiri þrennur, Drogba eða Samuel Eto'o? Eto'o. Rétt. Þetta er bara tilfinningin. Farið með ég fór með tilfinningur líka. 10-9-7, einhvern veginn svolítið. Svo er Klussin í bóði Kemi og hún er okkur báða. Hvað er Haaland með margar þrennur? Og Kemi vildi gefa ykkur vísbendingu þarna. Hann er 21 árs. Þetta eru 4. Þetta er proper vísbending. Þetta eru 4. Já. Villi segir 4. Ok, þú ert með rosa gott gískana. Það er bara harður. Mér finnst meira að segja sikkur megin ég vera alveg svolítið kjánalegur, sko. Mér finnst það ekkert sérstætt gisk. Nei, ég ætla að segja... Býtu, erum við að tala um allt? Já. Keppnisleikin. Ég ætla að segja bara... Ég ætla að endur, má ég taka það baka? Ég ætla að segja 6. 6. Já, ég ætla þá að segja bara 13. 13. Það er bara máli. Ég er bara að segja þessi lélt gisk út af því að svarið er 11. Fleiri en allir þessi leikmenn sem við töldum En við þetta eiginlega, sko. Villi er miklu nær. Já, ég er nefnilega... Byrjaði samt á 4. Landslið og, já, svo fór ég bara að pæla í hérna Molde tímanum allt þetta dót, sko. Þessi gæði búinn að vera skori í einhverjum ömulum deildum núna bara trekk í trekk, sko. Valega Molde sem var bara Bundesliga. Nei, svo fyrir til Salzburg eða ekki? Já. Eða Salzburg, já. Rétt. Raðaði inn þar. Þannig að það var Leipzig. Já. Rétt, hann er með allir og kveikti. Hreyvill spyr ykkur báða. Yes, Hreyvill. Já. Þú veit þegar ég nota það mikið með það. Hvað finnst þér appið? Það er best. Sammála. Við erum í reikning. Við erum þetta. Það er svoleiðis. Já. Bara Hörðu, EHF, við erum náttúrulega fjölmiðl. Fjölmiðl er greið bara fyrir við að heyra í hreyflum með það. Ég veit ekki hvað ég er búinn að vera miklu í hreyfill. Já. Allir vita að Ronaldo og Messi eru með flestu þrennurnar. En hver er nummið 3? í heiminum. Já. Þetta er hérna... Þetta er alveg skelfilegt. Herru, ég er bara tómur, sko. Þetta er erfitt, sko. Þetta er ekki það vel. En betur við erum að tala um all time. Já. Já.
Ok, getum við reynd að finna þetta saman? Ég skal gefa Já, bísmynd, þið þetta er megið- spilandi þið leikmaður. megið saman. Já, ok, hvað kemur upp í hugunar? Ég fekk strax Klose eins og var Holland með hann og eitthvað. Já, eins Hagi var meira en hann líka. Já, ég sé það. Þannig að hérna, helviti góð punktur. Sko, Hvað, hugsaðu brasilíska Ronaldo eitthvað hana? nei, en ég hugsa núna. En Romario, hann var alltaf eitthvað svona, hann var í meting alltaf hvað hann var búinn að skora mörg, sko. Ég er með Romario og Pele Maradona fílingin eitthvað, bara svona eitthvað þvælu bara. Já, ekki Maradona. Það er rétt. Pele? Nei. Ok, getum við fengið bara, er þetta legacy típa? Nei, spilandi leikmaður. Spilandi leikmaður? Rétt. Ok, Hvað er þetta að segja? hvað er þetta, Benzema? Nei, en Aguero. Já, Aguero. Aguero er rámt, svarið er Luis Suárez. Vá, hvað þetta er ósexy svar maður. 29 kvikindi. Ronaldo á 57 og Messi 54. Þrennur. Já, 57 þrennur. Pældi, ég held ekki skora 57 mörg bara í neðri til. Næsta spurning er búið Dominos. Við erum þannig 57 þrennur, þannig að 57 sinnum 3. Já. Helviti, skarpur. Nei, ég þurfti aðeins að meðtaka þetta. Þetta er svakalega tala. Þessi er mjög skemmtileg búið Dominos. Já. Þeir hafa ekki klikkað á. Er þetta Ási eða? Dominos Ási? Já. Já, það Já, þetta er Kóngurinn, búið Ása. þetta er búið Ása. Alltaf verið okkar maður. Hvaða fjögur lið eiga flesta Íslandsmeistaratitla? Í hvaða röð og hversu marga? Mjög þungt, en bara Hvað heldur Ása að maður sé eiginlega? Ási. Þetta er í að káur fram Víkingur. Rám, Kolrám. Nei, ekki, já, ok, já. Ekki Kolrám. Nei, Valur er þarna svo. Nei, bara, já, þeir eru svara. Sko, Þeir eru svara. FH hlýtur að vera þarna. FH bara þessa sem er eiga, sko. Já, þeir eru margir. Þeir eru með eina stjórnu, sko. Þeir eru með eina stjörnu. Sko, við erum að tala um, sko, að Valur, nei, sko, IA er í 20 upp að. Já, KR er þarna. Káur er þarna, Valur er þarna, Já, og hver ætlar að setja með þeim? Framara? Víkinga. Nei, Nei. alls ekki Víkinga. Já, fram bara, ég sé það. Já, Röð. Röð? IA. Já. Segð bara rétt er rátt. IA. Nei, ég segi ekki, já. Já, er rátt eða? Ok. Ok. Ok, Valur. Já, setja KR að. Út, já. Já, 5 þetta. stjörnur á merkinu. Já, herri, Við auðvitað, biðjum standard. sorry. Alveg, við fórum yfir þetta. Já. Káur er að telja, sko, titlana. Nei. Frá því voru Klippa, tveir í klippa. deild. Við erum að klippa þetta. Auðvitað, já. Mannst eftir, já, auðvitað er að Káur. Hvað með næsta? Ég tók Káur. Já, KR 27. Já. Valur er næstir. Já, svo er IA. Fram og ég er jafni með 18. Valur með 23 og það var rétt þegar FH kemur hérna í humat með 8. Já, Og ein stjarna. Já, en það er líka þegar þeir fóru að spila alvöru deild, sko. Er ekki hægt að bípa yfir þáttinu? eða? En þetta er samt. Nei, sko, það er eitt titill þarna, það sem að Káur, IBVF og Frammeru og IBVF komst ekki í leikinn, þannig að Káur fekk gefinsleik. Já. Þetta var svona, hörru, þeir telja bara, það er stjarnakallið minn. Já. Já, það er stjarna. Já, mér að það. En svona ertu til í að prenta inn á búningin bara með þetta saman. Já, en sko reyndar, þeir geta alltaf komið rökin, sko, og taka þátt til að vinna, sko. Algjörlega. Þeir gerðu það vissulega. Ég hef bara veðri stoppaði í BVF. Líka bara KR er stofnað sama ár og Barcelona. Já, Já, það er ótrúlega. Það er eiginlega frekar ruglað, sko. Hvað er 1899? Já. Ok, hraðaspurningar. Já. Senast liðið þáttarins. erum við að tala um saman eða? Nei, sitt hvort lagi. Hver er spyrja? Hvað djúlega er þetta? Villi átti skál kvöldsins en það var um að velja. Andri byrjar. Andri byrjar. Andri, sestur á barinn, gekk kýr 20 gráður, bara undir teppinu, nei, bara í einhver flottri skyrtu, Já. bara með allir fjölskyldunni og vinum. Þjónustu aðilinn kemur að þér og spyr, hvað drikkjum bjóðar? Það er alltaf bóðstofnum. Já, þegar ég fæði bara Túborg. Túborg, já, sjálfsög. Vá, ok. Áttu þér upp á sögðu? Gambino. Það er rétt, nú fyrir við hratt í þetta. Uppáhalds matur, Humar. uppáhalds staðar að ferðast til. Spát. Hvernig er best að skora? Hægri, vinstri, skalli. Hægri. Besti leikmaður sem þú séð spila? Grillis. Greilis. Kjöt eða fiskur? Kjött. Uppáhalds áhugamál? Utan fótboltans? Skák.
Rétt. Vá, Mér finnst þið svo hraðlíðin. svara þessum sem viljum heyra sko. Flottasta treyja í íslenska boltanum allra tíma. FH 2006. Ok, það Sama með líkur ég sagði með þjóðurinn sko. Já, ok. Ertu klár, Vili? Já. Settur á barinn, kom bjóður. Ég tek G.O.T. Uppbólsmaturinn, Hérna, bara eitthvað góðu nautasegg, Reitbæ. uppbólsstaðar að ferða til. Bilbao, Hvernig er best að skora? Hægri vinstri skalli. Vinstri og skalli. Besti leikmaður sem þú séð spila. Það er Grealish eða Kevin De Bruyne, ég sá að báða. Eftirréttur eða forréttur? Eftirréttur. Hvernig eftirréttur? Ís. Ís. Súkkulaði eða lakrís? Súkkulaði. Uppbólsáhugamál utan fótboltans? Það mun vera, það voru utan að laup, ég myndi halda bara einhvers svona tónlistapælingar. Tónlist bara. Uppbólstónlistarmaður? Uppáhalds tónlistarmaður? Já. Vá maður, hérna, ég myndi segja núna var það War on Drugs. Ok, Vili, uppbólstónlistarmaður? Andri, heitir hann? Tom York. Rugglaður. Tom York, uppbólstónlistarmaður, er þið samanlega Pixels eða? Nei, ég reyti Pixies? Nei, ég sko, mér finnst hérna Radiohead bestir sko. Já. Við erum sammála þar. Það er svolítið, ok. Það var að segja spurningin og þú fær smá líka að tweaka þessa. Flottasti bolti sem þú sé. Fótbolti? Já. Bara fótbolti? Það er bara eftirminnilegasti fótbolti, fyrst ekki mér upp í þessu. Sér erum við sko. Já, það er hérna EM-boltin sem enginn vildi spila með, hérna, hvað heit hann? Jabulani? Nei, það var Rotero. Rotero, já, Rotero. Já, ég ætla líka, Sem fór svona. Já. var Jabulani ekki líka svolítið í því eða? Jú, þeir voru, þetta var svona fyrsti erfiði boltinn. Já, Rotero. Nei, ég ætla bara Brilliant Super, select. ok. Langfestur. Ánæglega þetta, heiðalegt. Þetta er heiðalegt. Hvað er ég að reyna hérna? En, ok, segna spurning. Uppáhaldsskip? Skipið mitt. Serene. Serín, Já, íslenskt myndi ég segja Beitir. Beitir. Gamla gitti. Já. Veldur eitt varðskip? Varðskip. Já. Óðinn. Óðinn, sjálfsög. Það með líkur hraðaspurningunum og jafnvel þættinum, Birkir. Verðið ekki bara að þakka kjallaði fyrir okkur og stíta að skrá. Eru þeir labba báðir frá sáttir frá borðið? Nei. Ég tók skák lífsmýns Þú unnið báðir? og ég lærði eins, ég kom inn og ég ætla að læra og ég held ég var lært. Ég lærði skiptin. Ég vil skipta hérna riddara móti biskup. Já. Það er glænýtt. Ég tapaði á hans skák sem ég var, Þú áttir að vinna hana. Við vorum sammála ég var með yfir höndina og ég tapaði á tíma. Já. En við fórum að tala svolítið, ég held að í einrúmi hefur verið tekið hana sko. Já, en þú veist það bara telur ekki, ég tapaði henni. Já. Svo tapaði ég annari, þannig að ég er í mínus. Það er bara ekki nóg gott. Ég kem út á 0. Já. Þú slepptur. Já. Það er bara fínt sko. Já, ég vil líka bara aðeins minnast á að hvað þetta var flott skák sem þú vannst. Sem ég vann. Já, það er ekki til flottari skák en þegar kongur andstæðingsins er kominn upp á bara manns eigin vallarhelming Nei. og maður máta með biskup eða riddara. Þetta var Já, ég leik með honum. Ég leik með honum. Þú hlóst þessu, þetta eru góð lokaorð. Payday, Dominos, Hreyvill, Kemi, Domus Nova, Motiv og AHA, takk kærlega fyrir og að sjálfsögðu allir sem hafa horfðu.